Það held ég, kæru hlustendur, klukkan orðin 4, það föstudagur, það Verslunarmannahelgi og FM 95 Blö eru komnir úr sumafrí. Mölli Krú á fónunum, Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja, tveir kumpánar, annar heitir Egill Einarsson, hinn heitir Steindi Junior. Báðir eru feskir að sjá eftir gott sumafrí, ég ætla að byrja þér, Steindi, hvernig ertu? Sko, ég verð að viðurkenna það, ég er fyllandi góður og ég er þróandi fín. Það er bara hannig. Ég hef aldrei verið betri. Aldrei? Nei, ég er í hættulegu Nei, ekki stela setningunum minni. Þú hef aldrei verið betri. Já, Hvað á ég að segja núna? Nei, ok, hvernig ert þú í dag? Ég hef aldrei verið betri. Það er hárrétt. Ég er bara svo nýr. Það er bara, en sko strákar, ég ætla samt að koma strax inn að, ég langar bara að koma þér frá mér. Já. Ég er búinn að vera í vesinni heima við. Nú. Ég er ennþá að flytja. Nei, þeir, Jesús gleymdu þessu. Það er svoleiðis. Nei, hættu þessu. Maður spyrja, hvernig fyrst að afhent aftur? Sko, ég fekk afhent, hvað var það ekki, 1. maí? Nei, var það 1. Og það er ekki komið ágúst eða? Nei, 1. júní. Er það flyttin í höll? Nei, sko, málið er það. Það er nóg til hjá kallinu? Nei, það þurfti að sparsla helling. Og það var að koma nýtt upp núna. Og ég þurfti að vera að sparsla og reyna að gera við ykkur að skemmtir. Koma þarna heimtíðina, það er bara mjög fínt, þú ert ekki neinum vesinu, þú hefur aldrei verið betri. Það verður samt þegar, ég er ekki að verða að gera það. Já. Verður að gera það. Ég veit það. Það tekur hálfan dag að flytja. Nei, það tekur ekkert hálfan dag, það þarf að koma sér fyrir, án gríns. Hvað, sófi, hengi hérna myndu upp. Já, þetta er bara búið að vera skellur hann að skella mér. Þú ert ekki líka með það mikið að dóti heima hjá, sko. Nei, Það á ekki að lesa, en að þú skulir actually byrja, veist það, ég Það verð að viðurkenna. þurfti að skipta um nokkra rúður hérna, það var skellur. Það er bara svoleiðis. Ég varð fyrir vonbrigði núna. Við erum með þjóðhátíða þátt. Já. Fyrsti þátturinn okkar eftir sumafrí. Já. Þú byrjar hann á að væla og setja í flutningum ennþá. Ég er hreinskilinn, ég varð bara að koma inn á það. Ég er bara búinn að vera. Þú varst að segja, þú er aldrei verið betri. Það var bara vesen að vera ekki í dag. Fólk vill ekki hlusta á væl. Nei, nákvæmlega. Ég las skoðan okkur daginn, hvað vill fólk hlusta á þegar þú ert útvarpið? Já. Ekki væl, Nei. Stóni. Já. Og hræstleika. Ok, ég ætla að reyna að klára þessa flutninga. Hvernig ætlar þú að klára það? Í næstu viku, þá ætla ég bara að vera búinn. Ekkert að flytja hérna á þjóðhátíð. Nei, það er bara að sletta smá og sparsla eins og Já, viltu ekki bara gera það eftir helgi? það vantar alltaf smá hluti og svona. Já, flott, Steindir ennþá að flytja, gott fyrir ykkur að vita því, kæru hlustendur. En við erum í, bara dundur feeling. Það er þannig. En strákar, ég veit ekki alveg hvort að hlustendur sem eru núna keyrandum, rúndandum, jafnvel heima hjá sér Já, úti í þeir eru garði. varlega, byrjum á því. Já, en eru sko að heyra það, en við erum núna í beinni útsendingu frá 900 grill og það er stappaður staður. Já, það er fullur staður hérna. Ég er að vonast til þess að stemningin heyrist í gegn. 14 stiga hiti og sól hérna á þjóðhátíð. Þetta er æðislegt, þetta verður ekki betra. Þetta er samt svolítið, sko, eiginlega svolítið óþægilegt að vera hérna einhvern veginn í beinni hérna framalltað á fólk og okkar. Já, þetta er svona skrítið. Já, mér líður svolítið eins og bara í kringlunni þess að búið að gera niður mig. Já, ok. Þú veist, ég er á Stjörnutorgi. Nei, bara þú veist, þú að gert niður mig, skilur. Þetta er svona þannig einhvern veginn. Ég er ekki í the comfort zone, í gluggalösa ógæsla FN97 stúdíónu. Það er eins og að sé búið að sjá veðrið og svona, ég er að fíla þetta. Ég er sammála ekki, mér líður eins og ég sé alveg kviknakin fyrir fram að Rikka Tjan núna á Stjörnutorgi. Rikki Tjan, þú ert einu maður, ekki það bara ef það er hérna, ok, bara full respect á Rikki Tjan, en alltaf þegar ég er með Steinda í kringlunni, það er alveg saman hvort þessi svangur eða ekki, hann er það alltaf, hérna, ég má ekki segja Bölvi sem hann segir undan, eða má búið Rikki Tjan eða, ég held að svona, really, ennþá, þú ert ennþá bara alveg tím Rikki Tjan. Það er líka svergallið við þetta líka, fyrir utan það, þetta er svona öðru stemning, það er fullt af fólki hérna, við erum bara að sitja það er metir í næsta mann og ég á nánast erfitt með að heyri ykkur að ég sitt beint á móti klósetturinu og hún er alltaf að opnast og lokast og það kemur Ég vil hérna á klósetturinu sko. Já, ég er svona beint á mótinu og það er rosalega sterk Fólk er að hægja sér þarna sko. Já, fólk er ekkert bara því það er eins og, það er allavega, þetta er greinilega fólki sem kom í gær og er búin að taka eitt. Ert þú þannig típa, Stóni, þú ferð út í hátíð og eitthvað svona að þú ert bara fullur í 3 daga straight hægir þér ekkert, getur þú læst á, lokað á allt þannig? Nei, ég er ekkert svoleiðis, ég er allavega 10-15 ferða maður. Hvað getur það einhver? Já, það ég þekki nokkað sem er bara þannig fara út í hátíðir, það er bara hægja þess, er ekki 3 daga. Nei, þá hljótar að vera að taka stoppana, það er í mótíum. Það er spes, ég veit ekki hana. Það hlýtur að vera svoleiðis. En við erum með veislu handa ykkur í dag eins og alltaf kæru hlustendur, við erum í stuði hérna eftir gott frí. Við ætlum að sko, málið er næsta föstudag verður venjulegur þáttur og þá koma nokkri nýju dagskrárliðir og jafnvel ein óvænt tilkynning sem er mjög skemmtileg og spennandi. En við getum ekki komið hana núna. En það sem við ætlum að vera með í dag, við ætlum að vera með svona Verslunarmannahelgar, þjóðhátíðar þema. Þetta er bara sérstakur þáttur. Það er bara svoleiðis. Og við ætlum til dæmis í það eru liðir eins og kortmyndur frekar þarna. Engamálið er á sínum stað. Ég fekk það í gegn. Mér finnst þetta er einn af mínum uppáhaldsdagskrárliðum of all time. Ég varð að fá engamálið í gegn. Sturlar staðreyndir eru eins og alltaf. Við ætlum að fara, hvað er þetta? Þjóðhátíðar keppni Gilsarans. Hvað er þetta? Ég er með keppni. Nú, sem er Ég tekna hana á blaðið þarna. Sko, ég fara á þjóðhátíð yfir 40 sinnum. Já, 60 eða?
og sko, ég með keppni, hvor af ykkur félögunum meiri þjóðhátíðar kóngur basically. Ég með 11 hluti í símanum sem þú verður að hafa gert og kemur á þjóðhátíð. Ég ætla bara að spyrja ykkur, hefur þú gert þetta, Steindi, og það sem gert meira á þessu verður þjóðhátíðar kóngur. Það fyrir mitt að sé ekki eitthvað búin að barnalegt. Nei, alls ekki barnalegt. Er þetta basically bara, þetta þjóðhátíðar bucketlistin? Já, og þú veist, ég ætla bara að checka hvað þið félagi það hafi klárað mikið að þessu, það er þannig sko. Ég ætla ekki að vera Íslensk slúður sé. Já, það er brakandi fest í dag. Í fríinu þá fekk ég svo marga móla og já, sko, það eru 2 mólar sem eru eiginlega bara eyrnamerkti þjóðhátíð. Þeir eru tengdir. Annar þeirra gerist í gær og hinn gerist í dag. Já, mjög fest. En það var að rigna innsamt tölvupóstum. Var hringt bara í þig? Eða varstu með tölvupóstina? Ég farið mailið í síman. Ég sá annar punktum með berum augum. Mjög vel gert. Svo tókum við líka gamla góða sem gerum alltaf þurfum á þjóðhátíð og það er að tjalda í garði. Við hringdum í gær við Steindi hringdi og aðtöða hvort það mætti tjalda í garðinum hjá sko, já, frænda sínum sem var ekki frændans. Og væga sagt var tekið illið. Hann var ekki mjög sátt, hann vildi ekki fá þig í garðin. Hann var ekki sátt við það. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur, það verður veisla í dag og við ætlum líka að peppa liðið. Við erum á sviði kortir yfir 12 í kvöld, rétt eftir miðnætti. Pælið í því maður, við erum að fara á sviði á eftir. Við ætlum að spila svolítið þau lög sem er að fara að detta þar inn. Það verða allir á gólfinu. Ég veit það. Og ég ætla rétt að vona að þegar við förum á svið klukkan kortir yfir 12 í kvöld, að fólk syngi með til dæmis þessu. Það er komið að þjóðhátíðarlagi FM 95 blöð. Það verður spila allavega tvistar í þessu þætti. Hvar ertu? Hann er á þjóðhátíð, hann er mættur, þau voru hérna í morgun þátturinn. Akkurat. Hvar er Svesthard? Ég veit ekki, hann var náttúrulega bara í morgun með þáttinn sinna, ætla hans ekki heima að leggja sig. Swest to mouth. Já, topp maður þar á ferð. En þeir að hlusta hér á þjóðhátíð þátt FM 95 blöð. Við erum stættir hérna á 900 grill og já, það er komin tíma á slúður. Já, ég ætla ekki að vera leiðilegur, ég ætla að grípa fram í fyrir Blondale. Ég er með draum, ég á með draum að það er mikið af fyllibittum niður í dal núna. Ofurölvi og skítandi og... Nei, klukkan ok, það reyndar ekki, bara byrja að orðið 4? Jú, það er fólk alveg skítandi og dröðast ég á draum að fólk siti þar í ykkurum klappstólum með eitt skítkaldan að hlusta á okkur félagana. Já, viltu myndir á Twitter? Það væri gaman ef að fólk myndi, líka að fólk er bara heima, ef þú ert að vinna á lager núna. Líka bara að þú ert á mýraboltanum með eitthvað. Setja hashtag F95 blöð og blöð hérna, og blöð gefur persónulega velun, eða ekki? Ég skal bara gefa frítt í keilu fyrir 4. En bara hérna kúr með blöð, klukkutíma kúr. Og kúr. Er það ekki? Þú mútti gilla viðkomandi bakið, þú mútti gilla á bakið. Mér mun vanta kúr á mánudagen, það er bara þannig. Gilla rassaskóru á sigurvera. Glæsilegt, það er komið tíma á slúður hér og ég ætla að byrja á Nick Gordon. Ég er að byrja þetta á svo vondu slúðurinn maður. Ekki segja það sem er slagt slúður. Já, nei, ég má ekki spunta svo. Nú er ég ekki með tölvu, ég get ekki að googla þetta. Nick Gordon, það er sem sagt kærasti Bobby Kristína sem er dóttir Whitney Houston og Bobby Brown sem lést á dögunum. Nú er sem sagt Nick Gordon að gráðbiðja Bobby Brown að fá að koma í jarðaföruna. Ég veit ekki okkur ég tók hennar slúðupakka með þetta er svo niðurdrepandi. Ég er líka bara máli, ég er þunglitur núna. Ég var bara glaður. Ég veit ekki, hvað er fyrir Miley? Okkur er ég að fjalla Bobby Brown. Það er ekki með Miley og Patrick. Ég ætla að sleppa þessu slúðri. Fyrir ykkur sem höfðu áhuga þá fær Nick Gordon ekki að koma í hérna af því að Bobby Brown bannað og ef að Bobby Brown aumingi vill ekki einhvern þarna þá Bobby Brown er að son of a bitch. Já, ég ætla að fara í skemmtilega slúður. Ég ætla að fara einnig Sean Penn og Charlize Theron. Þau voru trúlóðu daginn. Ég vissi ekki eins og þau voru búin að slíta trúlóðunni. Svona detti út til FM 95 blöð fyrir sumarfrí. Þau eru búin að slíta trúlóðunni. Og voru búin að vera mjög hammingisöm og ætluðu að fara að gifta sig. En það sem verra er að þau voru sem sagt búin að búa til bíómynd saman og það var að skjóta í viku í viðbót. Og Sean Penn er að leikstýra myndin og Charlize Theron er með aðalhlutverkið og það er víst voðalega vandræðalegt og styrt á setti núna hjá þeim tveim. Hætti það ekki saman í góðu? Greinilega ekki veist það svona styrt og vandræðalegt því að hann átti víst að vera mjög bossy í sambandinu, hann Sean Penn. Það er 100%. Maður sér það líka bara á honum, hann nett fyrir ekki í honum ekki. 100%. Ég myndi ekki treysta mér að rífast í Sean Penn sko. Nei, ég myndi ekki rífast en eina mínútu. Þegar hann var gay og ég var gay og við varum par, þá myndi ég segja eitthvað með svona gilsarið, þú ert ekki að horfa á United Arsenal í dag, ég lofa því sko. Ég myndi segja bara, jú ég er að horfa á það. Það myndi öskra á mig, ég myndi vera pingu lítill. Bara út líka bara, þú veist, ef hann myndi lappa á móti manni, það væri bara óþægilegt. Sean Penn meina smellu að lappa á móti ykkur skúmaskoti. Og sem sagt, hann er að leikstýra og hún er með aðalhlutverki og hann er náttúrulega yfirmaðurinn í þessu verkefni, þannig að þetta er svolítið óþægilegt ofan á skellina að þau voru að hætta saman og alltaf sjóðu upp úr bara. Nei, þeir segja ekki, það er víst mjög vandræðilegt á. Sean Penn er á lausu í dag. Sean Penn, já, ég myndi nú frekar að segja Charlize Theron á lausu, svo er flott maður. Já, hún er líka bara topp í að klára og flott. En ertu ekki með neitt Miley og Patrick? Ég veit að ég ætla að brála. Jésús, það er búin að hafa mánuð. Já, mér finnst það bara ekki áhugaverti. Hvað er Miley búin að gera síðasta mánuðin? Hvað er hún búin að gera? Ég myndi segja hún hafi farið 2-3 partí og fann í nokkra sleika og tvörkað. Herru, sorry hérna, ég er með lokaslúrið. Það er reyndar eitt sem að ég
veit ekki með Dan Bilzerian. Hann hérna pókerspilarinn og glaumgósinn. Hann er a bad little boy. Hann er a bad boy. Hann var sem sagt að kaupa sér VIP pláss á Electric Zoo hátíðinni. Nú þetta einhver hátíð sem ég þekki ekki, eitthvað svona, þú veist. Ekki góð trans hátíð bara. Ekki bara fólk að kaupa sér vatn þarna og allir feskir. Ég er að fara þarna, það er bara hannig. Og selja mér þetta koncept. Já, herru, Dan Bilzerian. Herru, hann var að kaupa sér VIP-borð á þessu stað. Sem er nú ekki frásögufærandi, þetta er ekki borð. Vitið þið hvað kostaði VIP-plássið hans? Nei. Það kostaði ekki nema $650,000 eða 70 milljónir. Já. Og það er nóg til hjá honum sko. Nóg til, já, innifalið í þessu er sem sagt 200 Playboy kanninu sem er að jamma með honum, en sem sagt Playboy við stekkum sponsor á þessu. Já. Og herru, svo finnst mér þetta líka steikt að hann má skjóta upp rakettum þegar honum sýnist. Já. Hann er bara með einhverja tertur þarna á sviðinu hjá sér. Það reyndar er besta hugmynd sem ég heilt. Já, það er mjög gott að geta Akkur er ekki Kolbarn með þetta á austur? Það geta ímyndaðir Ásgeir kannski að því það er inni? Nei, hann getur farið út í port og tendraði nokkrum ílum bara að hálftíma fresti. Já, djöð var það gaman. Mér finnst það gott koncept. Já, bara herru, hvað ertu eiginlega? Djöð slæmur á baki, ég er austur. Ég bara meina butterfly út í hotni þetta maður, hvað er þetta hjá ykkur? Það er æðislegt. En talandi þetta, það er ekkert eitthvað svona á íslenskum útiháttinu eins og nú erum við á þjóðhátíð. Þú getur ekkert keypt einhvern pakka hérna á 70 milljónir og mátt bara stjórna flugeldasýningunni. En það var þannig á Secret Solstice, þá gæstu keypt einhvern rosalega VIP með og þá varstu held ég að ferðast í þyrlu. Já, ég las það, þá máttu berja gaurinn og Jackass. Það kostaði við slatta. Já, þá máttu berja bam sko. En hérna, já, hann alltaf keypti þennan pakka og ég veit ekki með hann dreng sko. Nei. Þetta geta að gera með sviðið í kvöld. Hvað? Þú vorum að tala að sprengja ykkur draslu upp og okkar. Ég ætla ekki að segja á þetta eftir. Þegar ég fer hann að undirbúa prógramið í kvöld, ég ætla að segja að gæðina sér sviðið. Það er terta á sviðinu þegar ég fer á svið. Hann er að segja nei. Ég er löngu búinn að hringja það er terta og það verður kveikt þessa tertu og ég ætla 10 ílur og því ég smelli fingri þá var það ílur í gang. Allavega eitt kynverðibelti. Við verðum að taka seli. Við erum með leinigest á sviðinu í kvöld. Það er hárið. Herðu, byrju, ég er nú með það er komið gott. Nei, herðu, ég er með Michael Culkin. Michael Culkin Ég er með forröndin, ég kemur heyri hvað er að gerast hjá honum í mánu. Michael Culkin er með allt lóðrætt niður þessum dana. Ég var að skoða núna hérna TMC síðuna og sá ég ekkert það. Þá er hann komið núna hann er með sko Kurt Russell í slagtogi með Michael Culkin þessum dana. Kurt Russell. Og þeir voru inn á klósetti núna inn á McDonald's í New Jersey. Voru að fá sér rannan og voru á dælunum þar. Hér eftir smá enga máli. Culkin var aftan á. Voru að fá sér í rannan. Já, og þeir voru að sváfu saman inn á klósetti. 957 á Þjóðhátíð alla Vestmannahelgina. Ekki missa brekkusögnum frá Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum á sunnudagskvöldið. FM 957 verður með beina útsettingu frá brekkusögnum svo enginn vissi af neinu. Hinn eini sanni Ingo sem hefur stýrt brekkunni síðustu árin mætir aftur og heldur upp í stuðinu á sunnudagskvöldinu. Brekkusöngurinn frá Þjóðhátíð í beinni útsettingu á sunnudagskvöldið Vestmannahelgina. FM 957 Þjóðhátíðar útvarpið. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Lokal, salat hefur aldrei verið svona gott. Kíktu við og útbúðið þitt eigið lokal salat. Möguleikarnir eru endalausir. Opið til 9 í kvöld í Borgatúni og Smáralind. Startaðu partíinu með Jam Bluetooth hátalurum. Mest seldu hátalarar í Bandaríkjónum og Bretlandi. Fást í Elko og nú í stuttastund í Krónunni. Út að borða. Beint í bílinn. Sómi. Rendu við erum í alfara leið. Italiano Pizzeria, Hlíðasmára 15, sími 55 12345. Að kaupa í matinn hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tónin fyrir Krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Nú býst áskrifendum 365 í Vild að kaupa laugardagspassa á Þjóðhátíð á sérstökum Vildarkjörum. Takmarkaður miðafjöldi í boði. Kynntu þér máli nánar á 365.is/Vild. Það er happy hour á Fabrikunni alla verslunarmannahelgina. Opið til miðnættis frá 5. degi til sunnudags á Höfðatorgi og Akureyri.
gestalagalistar og koktelar í fiskabúrum. Þú heldur að þetta sé eitthvað flókið? Svo þetta bara svona. Fabrikan, Höfðatorg, Kringlan, Akureyri. Það jam í kvöld og það jam á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Jam í kvöld, jam í kvöld, jam í kvöld og hinn 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 og hinn. Hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn. Hei, þetta eftir að jamma. Það jam í kvöld og það jam á morgun. Þórður. Kvöld svo stend eins og heyrist hér undir og já, það ekki oft sem að jam í kvöld og hinn og hinn. Þetta þannig helgi. Já, það basically jam í kvöld, hinn og hinn. Nei, hjá mörgum. Á mánudaginn. Já, ég meina það margir. Er þetta ekki föslaus sunn fyrir þá allra hörðustu? Nei, fyrir allra hörðustu taka það fram á miðvikudag. Flestir í fótboltaleikur á mánudaginn, sko. Já, en fyrir allra hörðustu eru farnir bara að draga fyrir og farnir að halda. Sko á mánudaginn og ég getur ekki að horta á bjórulsinn. Nei. Hvað þá fengið mér bjór? Það er hárrétt. En þér að hlusta hér á þjóðatíða þátt FM 95 blöð. Við erum í beinni útsendingu frá 9. grill hér í Vestmannaeyjum og já, það er veisla framundan, kæru hlustendur. Herru, ég er búinn að retweeta nokkrum myndum á Twitternum. Það eru margir að hlusta í Danum og það er að hlusta á Akureyri og það er að hlusta á Mýraboltanum. Ég átti með draum að væri fyllibittur í tjöldum og í potlakur. Ákveður ekki bara fólk sem er að fá sér bjór? Nei, við þurfum bara að vera hreinskilin, þetta eru fyllibittur. Þetta liði blind fullt og klukkan eða bara rétt rúmlega 4. En málið er það, við dæmum ekki. Ég er svolítið gaman að fólk sitji bara í potlagallanum með einn ískaldan. Þetta er svo yndist. Þannig að þetta er ekki góða myndband okkur, setja hann á Twitter og hendi hashtagið FM 95 blöð. Það er líka mikið að fyllibittum komnar á 9. grill. Þú með að spila lagið blöð. Það lendi í einum alveg vel fullum, sko. Hann rétti með glas sem eitthvað raukt drasl í og held að vera sígaret í því og pröfði til sopa. Nice. Ég sagði eftir að vera feskur. Og ég bara notaði setninguna þína, ég er feskur. Já, það er komið hins vegar að dagskrálið sem er, já, vikulegur við þessu þætti, eða í hverjum þætti og hann heitir Kortmyndur frekar. Ég er búinn að hendi 3 spurningar og nú, það er ekkert myndur fyrir cash í dag en það er Kortmyndur frekar. Já. Svo er ég með nýja liðin hérna. Já, og engin trailer, frábært. Er sjálfur cash að fara að svíkja snundar? En að bara spila samt trailer og bara, ok. Spila bara trailer? Nei. Eru þið tilbúinir í Kortmyndur frekar? Hér kemur fyrsta spurning, þetta er ekki flókið. Ég spyr spurningu og drengirnir að svara hvort þeir myndu frekar gera. Hér byrja það. Aldrei fara aftur á þjóðhátíð eða aldrei fara aftur í gallabuxur? Má sjá, þið í gallabuxum núna? Já. Nei, ég er í leðurbuxum. Þetta er ekki leðurbuxur. Þetta er eitthvað plasta. Og hvað er þetta að gera í þessu? Hvað mennur, ertu ykkur plastbuxur? Serðu hvað ný? Þá er þetta bara mjög léttur Egil. Þetta er leðurbuxur. Þetta er bara eðlilega basic leðurbuxur. Ég meina, viðst að Egil getur rokkað eitthvað plastbuxur, þá sleppir hann bara gallabuxum og fyrir á þjóðhátíð. Sko, ok, málið er, ég er mikill áhugamaður high fashion. Já. Og ég svolítið tekið eftir að gallabuxurnar eru svolítið að detta einhvern veginn út. Gallabuxurnar eru svolítið, ég er ekki að vera leiðilegur, sko. Og ég sé til dæmis að Stonefucker til dæmis í gallabuxum. Þú ert í mjög töff buxum, blöð. Þetta myndi að kalla þetta high fashion buxum sem þú ert í. Sko, ég er farin að vinna mjög mikið með joggara. Mér finnst þess að joggarnir sé að koma sterkur inn og sko, ég er ríka, ég er nú þekktur fyrir það. Ég er að vinna mjög mikið í layer on layer, sko. Ég er í layer svona layer, sko. Ég fekk kannski jakka, annað jakka yfir. Þú verður ekki buxur á buxur? Hettupeysa. Þú verður ekki buxur á buxur? Nei, það gæti dottið inn. Joggarar og fara svo í plastbuxur eins og ég fyrir. En ég spyr, myndi þið fórna þjóðhátíð? Ein spurning, má ég vera í svona kliftum gallabuxna stuttbuxum? Getið samið það? Já, bara fyrir utan það, hvort sem að tengist þessum leik eða ekki, þá myndi ég hætta að fara í það. Og það er eitthvað sem ég ætla að vera löngu búinn að segja þér, þú ert ógeðsluður í þeim. Í þjóðanabænum, ekki fara í það. Ég veit hvað buxur út að tala með. Nei, treystu mér, það eru viðbjór. Já, þú mátt samt verið þeim. Ég kveð gallabuxuna, ég ætla ekki að dömpa þjóðhátíð, bara glemdu því. Þannig að þú myndir frekar dömpa gallabuxuna en þjóðhátíð? 100%. En þú, Stendi? Já, ég og ekkert bara þjóðhátíð, ég bara er að hugsa allar þessar útdeilur og allt. Ég myndir hvort ég er að fara að dömpa gallabuxuna. Þannig að þetta er mjög létt fyrir mig. Ég er að fara að vinna mjög mikið á joggurum, plasti. Ég er að fara að vinna á jafnvel á svona einhverju mjög góðu svona. Það er líka erfitt fyrir þig líka að finna buxur í þinni stærð hvað sem er. Ég er að fara að vinna mjög mikið að svona einhverju cotton efni, sko, einhverju svona polyester efni, sko. Þú veist að þetta kemur á óvart, við fórnum báðið gallabuxuna. Já. Ok, þá er það næsta.
Og þessi finnst mér skemmtileg því ég hugsa hana og ég veit mitt svar. Ég verð að koma eitt inn, veistu hvað, við ættum að fá okkur Fubu samfesting. Einn í bleiku, einn í bláu, einn í gulu. 2015, Steindi, 2015. Er það ekki inni núna? Nei. Ég er bara að kasta þessu fram. Ok, þessi finnst mér skemmtileg, ég spáði svolítið inn í dag. Og ég er með mitt svar alveg á hreinu. Nú er klósetturum hérna alveg galopin og hún er búin að vera lengi opin. Hvort tækiru 3 daga þjóðhátíðardjam með mömmuðinni eða pappaðinum og þið eru saman allan tíman, farið í dalinn, kíkja á 900 grill í finkunni, fáu ykkur eitt kaldan, farið saman í dalinn. Hvort myndið þið velja? Nei, bara velja annað með ykkur á 3 daga djam. Já, ég myndi velja mömmu mína. Það er mamma henn? Af því að pappi minn getur verið sko, ég segi nú ekki erfiður, en hún finnst þú gaman að geta fengið sér hans og svo er hann farin að spjalla og er farin að vera svona. Já, ég þekki nú einn sem er bara mjög svipaður á hann. Já, það er kannski ég. Já, en þú veist, hann er sko Værið þið ekki bara flottið saman þá? Nei, ég held að geti verið smá vesen á honum. Okay. Ég held actually að pappi Er hann erfiður í glasi, pappi? Nei, hann er ekki erfiður í glasi, en það væri 50-50 hann er í barinn. Þannig að ég myndi alltaf segja, ég myndi henda á mömmu. Ég get alveg séð það fyrir mér, bara hérna fyrir fram að stóra svið, einhverja tuska gamla til. Og ég er bara svona, hvað er í gangi hérna? Hver er að berja sínjórinn? Hann var að drepa mig með einhverju sögu hérna maður, hann var að segja, hann var eitthvað svona vesen sko á hann. Ok, Egill. Sko, þau eru hvorug erfið í glasi. Þau eru bæði bara mjög svona léttljúf og kátt í glasi. Og það er ekki vesen á þeim. Það er ekki vesen á þeim. Sko þetta er bara, þetta er dead tight nefnilega sko. Þau eru bæði frekar hress sko. Bæði hress og þau eru bæði svolítið blöytir ekki? Já, þetta eru fyllibittur sko. En væri pappið ekki lúbarinn í dalinn? Já sko Jésús, sko bara hvað, 3 daga tægi? Já, bara, takk að helgina. Maður, já sko Ég vel bara gamla kallinn, ég vil ekki að mamma sé full í 3 daga röð, þannig að ég vel gamla kallinn, Einar. Fyrir mér er þetta mjög létt. Ég er eins og þú Steindi, ég tæki mömmu. Því að pappi er algjör hænuhus. Svo betur ferð, erði ég það ekki? Pappi minn eru fullir á 3 bjórum. Já, pappi minn er það líka. Er hann kannski pappið Rikka G? Þú og Rikki eru bræður. Og líka sko Múta, hún elskar svona þjóðtíðarrugl og eitthvað svona, hún elskar að fara í útilegu og við förum nú reglulega, þú er nú komið með okkur og svona. Pappi er ekki þessi típa, hann er svona feimnari og eitthvað, ég held að mamma myndi fíla sig vel. Ég sammálaði hérna, pappi minn er hæna og ég held hann niður í barinn. Já, það var bara fínt að þeir jamma ekki saman, drengirnir. Nákvæmlega. Þá er það síðasta og þessi finnst mér áhugaverð. Hvort myndið þið freka vilja, ég ætla að byrja á þér Egill, hvort myndið þið freka vilja að þú myndið vinna 10 milljónir í lottó eða að Steindi myndið vinna 100 milljónir í lottó? Ég myndi vinna 10 milljónir í lottó. Djöfisins fáveiti, hvað er að þér? Hann er með þess að segja satt þessu auðvitað. Þú ert svo kaldur. Ég sá það bara í augunum. Akkur er þú svo kaldur? Af því hann veit peningin. Hvað græði ég og hann fóði 100 milljónir í lottó? Nákvæmlega. Er þetta ekki vinur? Já, nákvæmlega. Þetta er akkurat, þú sérð það ekki. Þú nærði ekki að sjá stóru myndina. Það er fastur inn í þessum stera. Hann hefur ekkert að gera við 100 milljónir í þokkabúð. Ég er fullt að gera við 100. Þú myndir þetta breytast rosalega Steindi. Ég sé það, þú er ekki pening, þú verður leiðilegur. Var ég leiðilegur? Herru, ég er búin að lenda í skellofun og skell. Ég segi að þú verður komin í slopp eftir 2 vikur. Ég er ekki að grínast í ykkur, veskið mitt öskrar. Það er æbandi, það sársökið í. En hvernig svarar þú Steindi? Hvernig á ég að svara núna? Nei, hvernig á ég að svara núna? Á ég að segja að ég myndi vilja að Egill myndi vinna 100 milljónir? Þú eru bara að svara af hjartanu. Aldrei, já, með hjartanu hefði ég sagt að ég myndi vilja að þið þú 100 milljónir. Ég heldur eitthvað og ljúir því. Nei, akkur. Að ég fái 100 milljónir og þú ekki krónu. Þú myndi kannski láta mig 10 milljónir, hvað er þetta maður? Herru, en allavega, ég ætla að segja að ég fái hérna ég ætla að segja 100 milljónir. Hér er komið að fóna í lag sem við tökum ekki í kvöld en er að mínu mati flottasta lagið á Íslandi í dag. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. Það held ég, þetta er lag sem að ég fílaði tætlur The Weeknd, Can't Feel My Face. Það verður kannski þannig í kvöld hjá einhverjum orðnið það drukknir að þið finni ekki fyrir andlitin á sér. Ég held að það sé bara staðfest. Er það ekki? Jó. Ég dýrka þetta lag. Já, þetta er aðeins. Þetta er ef ég væri á hverjum degi núna eins og við vorum alltaf, þá myndi ég spila þetta í hverjum þætti. Já. Það er bara þannig. En við vorum að biðja fólk að setja hérna myndir inn á Twitterinn og hashtag F95blöð hvar að vera að hlusta. Og ég verði eiginlega hendi shoutout og kveðju hérna á Daniel Freyr. Já. Hann Daniel Freyr, hann er á barnaspítala Hringsins og já, við bara óskum honum skjótum bata. Hann er að hlusta þar og mikill bara meistari. Hér fer, já, meistara kveðja til hans. Já. Það er bara hannig. En já, það er nóg framöndan, kæru hlustendur. Hér eftir smástund förum við í, já, engamálið, Steindi, sem er svolítið þinn liður. Akkurat, það er einn af mínum uppáhalds dagskrárliðum frá upphafi. Við ætlum að henda okkur í engamálið. Við ætlum síðan, mjög fljótlega eftir það, að fara
við tókum það upp í gær, við hringdum til Eyja og reyndum að fá að tjalda í garði. Já. Og það gekk svona... Það líka því að við tókum þetta fyrir 2 ára síðan, þegar við vorum með þjóðhátíð þátt. Og það fer ekkert meira í töðunar á Eyjafólkinu þegar einhver svona fjarskyldu frændir að biðja að fá tjalda í garðinu við þjóðhátíð. Og ég er ekki hissa. Nei. Nángríns, myndur við nenn að fá einhvern í garðinu heima þegar 3 daga? Hvernig myndir þú tækla ef einhver myndir hringja núna? Heyrðu, þetta er Jónas hérna, mamma mín Sigga segist að þekka, kannast eitthvað við þig eða ég er eitthvað skildu þér. Ég myndi segja bara að ég byrja að heilsa mömmu. Má ég og 20 vinir mínu koma og tjalda í garðinu? Róður og 20 svona. Fá að fara á klóstið, að míga og skýta og í sturtu. Basically eðilega lífið þitt, heila helgi. Nenni enginn að standa í. Nei, hann nennir þig enginn. Þannig að við tókum þannig síndal þar ykkur eftir, svo er endur annað sem ég hef áhyggjur af Egill og það er þessi, hvað er þetta sem... Þjóðhátíðarkóngur. Ég er að vera spenntur fyrir því. Þjóðhátíðarkóngur F95 blöð. Já, Þjóðhátíðarkóngur F95 blöð. Já, þetta er bara spurningar sem bara basic shit sem menn gera á þjóðhátíð, sem allir basically gera þegar koma hérna. Og bara, mér finnst líka þetta að fara 11-11 þegar báðir segja já við öllu og þetta verður dead tight. Hvað eigið margar þjóðhátíðir á bakinu fyrir ég held að ég er bara 3 ára eða eitthvað. Ég á ángurins yfir 20. Nei, ég var hérna að sé smákrakki. Egil, hættu svo kæft það. Ég var hérna að sé smákrakki. Já, ok. Ég var hérna í bleiu, sko. Ég hef verið í bleiu, þetta blind tvöllur í rugli. Þú varst ekki í bleiu fyrra líka. En eins og það heyri, kæru hlustendur, það er nóg framöndan við skuldum í auglýsingar er ég að heyra hérna í eyranu. Þannig að, já, fólk þarf að auglýsa með Vestló. Svo hér strax eftir auglýsingar, þá ætlum við að fara í... Já, glænýtt einkamál. Já, það er einkamálið, strax eftir auglýsingar. Tekum á þessu. FM 957 með þér á þjóðhátíð. Að bíða eftir því að ná holu í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Komdu í mat í IKEA. Í júlí farðu bragðgóð barbecue grísarif, franskar, hrásalat og sósu á aðeins 995 krónur. Vertu velkomin. IKEA. Að borða úti hefur aldrei hljómað eins vel. Spotify pop-up tónleikar gefa tóninn fyrir krás götumatarhátíð í Fógetagarðinum á laugardaginn. Þú getur meira með símanum. Á hægri ferð taka hlutirnir á sig nýja mynd og vekja freistingu. Freistandi bragð. Við sjáum til þess. Carlsberg, líklega besti í heimi. Léttöl. Súpa og salatbar, 10-11, fljótlegt og þægilegt. Pizzur, steikur, hamborgarar og samlokur. 900 grillhús með þér í þjóðhátíðarskapi. Ferskur matseðill á hverjum degi. Skelltu þér út að borða með Sóma. Stóra 3-fyrir-2 verslunarmannahelgin í Krónunni. Sjáðu allar vörurnar í nýja Krónublaðinu. Krónan fyrst og fremst ódýr. Í dag er 14 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Og svo færðu pilsu, kók og prins á 399 krónur í 10-11. Á FM 957, við erum í svo miklum fíling að við erum að springa svo peppaður að ég dey. Algjörlega, það er bara að ná, þetta var vel orðað hér. Ég er svo peppaður að ég dey. En það höfum komið inn á í dag og já, það er komið tími á lið, Egill er inni að skvetta á skynsóknum og það er komið tími á lið sem við köllum engamálið. Nákvæmlega. Já, ég hef sko, eins og ég hef nú oft komið inn á í þessum þætti, þetta er einn af mínum uppáhalds. Já, og þetta er ekki flókið. Steindi er búin að drita niður nokkur nöfnum á það, ég hendi nú 2-3 á því. Já, það er spennandi að sjá hvort þú notuðu. Það er komið góðu listi. Já, og ég fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinna þá ringjum við, hvað nafn viltu velja? Herðu, sko, við höfum verið að vinna svolítið mikið með sko Guðrúni og Helgu, ég man það. Ég var henda í múttu. Hafdís. Fallegt hvern manns nafn. Hljóma rosalega vel. Ég er til í, já, það er Hafdís, ég er til í það. Ok, það er Hafdís og já, við sem ringjum ykkur Hafdís út í bæ og Steindi lætur eins og hann hefur að tala um engamál í gær og þessi liður gengur út á það að hann er að frussa út skrýtnu nöfnum. Hringdu í GSM síma, þetta má ekki klikka. GSM síma, ok. Ert þú tilbúin? Ég er klár. Ok. Halló. Já, ég er búin að vera svolítið svona, þetta er búin að vera svolítið lengi á leiðin þetta síntal, ég er búin að vera svolítið að manna mig upp í allan dag uppi ég er hringja sko. Já, en svona, já, með að lét loksins verða að því og svona
Já, mikill lettir, gaman að heyri þér líka. Býttu við, og hvað þú? Þetta Outbreak appinn. Erum við að koma undir nöfnum eða? Ég er ekki alveg að skilja þig. Nei, er þetta ekki Kramin Salem, 45 ára? Viltu að taka, er þetta ekki Hafdís? Jú. Já, Bjössi heiti ég, sem sagt, í alvörunni. En ég er ofta allinni sem Háru Varta 24 eða Kynþáttatar 81. Við vorum að spjalla saman í gær þarna. Að skella okkur eppil í ykkur á útilegu, eða svona helgina, skræpa til eiga eða eitthvað svona skemmtilegt. Já, það, þú er ekki að tala um mig, sko. Nú? Nei. Voru við... Þú þingi eitthvað vitlis nú með þér. Voru við ekki að spjalla saman í gær á engamál.is? Nei. Nú, heyrðu, ég hlýtt á... Nei, ég er harkið fullorðin kona. Nú, heyrðu, ég hlýtt á að vera... En þú stjóna til eiga, það skal alveg koma með þér. Já. Ég hlýtt á... Það skal koma með þér til eiga, þú endur að vilt stjóna, sko. Ég hlýtt eiginlega þá bara að vera að hringja eitthvað vittlust. Ég er ofta að ég er bólgin eitið 35 ára eða klístu frunsa 67 ára að inn á... Ég var ekkert að tala... Já, ég veit ekki hvað það tala. Ég hef aldrei farið inn á neitt svona, sko. Þú hefur aldrei verið skráð inn á engamál áður, eða þú veist? Ég hef aldrei verið skráð inn á neitt á engamál. Já, ok, já, þannig ég er ekki að tala... Ég var engamál og eigimann minn sem ég er búin að vera gift til, sko, í 40 ára. Já, ok, þannig að þú ert allavega ekki brekkuslelið 26 ára eða grá lúsug 77? Nei, Býttu skítu 25 ára? Herðu, en ekki þekki, þú veist þá ekkit, vikkurinn í anskotanum hef ég að tala ekki, þekki þú okkar pizza veist 34 ára eða blöyt gillina 18 ára? Prumpaði tjald eða svínsveit rassaskur áttu, ég var að tala hérna í gær, við slögt á kerti með geirvörtu 34 ára og bara þetta er mikill skellur fyrir mig líka, ég held að ég væri alveg pott þetta. Þú mátt að þingi einhverja vitlis að hafa til þessu, sko. Já, ok, herðu, ég byrst á bara... Gangið vel og góða skemmtun í eigum. Já, ég byrst einilegar afsökun á þessu og hérna... Ég prófa... Já, pröfa að finna eitthvað eitthvað aðra haldið sig. Hvað segir, ég prófa, já, takk. Já, bless. Þessi nöfn. Það er að gera þetta að hún skulle bara halda fjessi bara, nei, það er ekki ég, nei, skrítið. Þú ert sem sagt, vildir ekki tala við Outbreak appan og hvaða djómar. Þetta var snillingur. Hún kannast ekki við slögt í kerti með geirvörtu 34. Nei, skrítið nafn, nei, það er ekki ég. Kramin Salem 45, ég kannast ekki við hana. Þú var að spyrja, hvað myndir að heita þú væri það minni? En þetta var engan ég hef svo gaman að þessu. Já, og hann, Steindi náði ekki að draga Hafdís Messi til eiga því að hann var ekki að tala við hann inn á engabólinu. Þetta er hressandi. Sannastendinga hjörð Í amerískum fötum, þambadu glösum standandi í röði Bankastræti Þetta vera veistla Veistlaði búkan bröf Veistlaðan áður en þú veist að við neistlan Þetta vera veistla Hlustendur, í næsta lífi heitir þetta lag og þetta verður tekið á stóra sviðinu á þjóðhátíð í kvöld. Bent og Steindi með flott sett í kvöld. Akkurat, við verðum rosalega þéttir í kvöld. Þetta lag og með óvæntar uppákomur. Já, þetta er æðislegt. Ég er með leinigest, ég er búin að segja það. Eitt af það besta frá Bent að mínum að þið. Já, alveg geggja lag. En við erum ennþá hérna á 900 grill og verðum hér til 6 í dag með þjóðhátíðar þátt FM 95 blöð. Það er hárrétt. Og ég er pínu komið í maga núna því að það komið að agli og nú segi ég það sama og ég segi þau fyrir íslenska slúðrið. Þetta er eitthvað sem ég ber enga ábyrgð á. Þetta er Egill Einarsson sem er búin að búa til einhvern nýjan dagskrárlið og hvað er þetta? Takk tekur ekki ræður hans og gerir alltaf mig. Hann er verktaki hérna á stöðinni, kennitalan sér þetta, hann býr þarna símanúmer sér þetta. Ég er bara með bara basic keppni sem heitir þjóðhátíðar kóngur FM 95 blöð. Þetta er checklisti sem basically allir hafa einhvern veginn gert sem fara á þjóðhátíð rólegur tjökk. Það er ekkert að þessu. Þetta er 11 spurningar, þetta er mjög einfalt. Mér finnst eins og ég sé að fara að vinna þetta. Nei, þetta er bara sko fyrsta spurning. Hefurðu verið í Pollagalla í Dalnum með einn jökulkaldan? Þetta er nú gefins. Já, við erum báðir. Það er báðir. Báðir konum með punkt þarna. Hefurðu verið í geggjum feeling í Dalnum að hlusta á frábæra íslenska tónlist? Hvað, var eitthvað 5 ára frænka en að semja þetta? Hvað er að gerast þetta? Já, ég hef verið í geggjum feeling að hlusta á íslenska. Já, hlusta á Bjarta, ég hef verið í Dalnum. Bjarta döðlögs að klóra gítarinn, það er æðislegt. Hefurðu fengið lunda í hvítu tjöldunum? Já. Báðir hérna, þetta er dead tight. Já, þetta er grassandi spurningakeppni það.
Hefurðu fundið kanínu á gólvöllunum, sett hann í band og haft hann að segja gæludýr alla helgina? Nei. Hvar finnur þú kanínu? Á gólvöllunum, á nóaðan þar sko. Veitu hvað, að setja hann í band? Það ekkert þessin, það út allt þar sko. Og vera að þælast með hana? Þessi setur band bara hausinn á hann og lappa með hann, það ekkert þessin. Nei. Báðum við nei hana. Já, þetta mikið að vera að hengja einhverja kanínu. Hefurðu farið í brekkusleik? Já. Ég hef farið í slella. En það er ekkert, já, það var rosalega ómerkilegu slelli þar sem þetta var bara kærastæði. Það var kærastæði. Já, Blöð, þú hefur farið í brekkusleik eða ekki? Já, með kærustinni. Með kærustinni, já? Nei, það var ekkert kærasta. Jú, ég fór vist með fyrirlandi. Þú hefur pottitt verið í sleik. Hefur bara sett farið í sleik í dalnum með kærustinni Var ekki spurningin bara hvort þú hefði farið í sleik í brekkunni? Ekki með a complete stranger. Verður bara hreinskilið, þú hefur verið einhvers það bara Nei, ég var ekki svona, þetta er ógeðslasta sem ég sé og ekki gera þetta aftur. Ég hef aldrei verið svona. Þú hefur sagt ángríns. Ok, ég skal bara fara næst spurningu. Ég ætla bara í næst spurningu. Ok, já, ekki my proudest moment, en ég á eitt brekkusleik sem er næsta spurning. Þau lágu í drullunni. Hefurðu farið í brekkusleik með mannesku sem er ekki kærastæðin? Já, þarna verði ég að hendi nei. Nei hjá Stenda. Að skita hjá mér. Blöð. Ég var að segja það, ekki my proudest moment, en já, einu sinni. Það gæst einu sinni. Blöð er in the lead. Þetta er ekki the lead sem ég vildi. Ok, hvað er það? 4-3 eða? Hefurðu hægtir á kömrónum í dalnum? Nei. Ég pissa nokkuð sinnum. Hvað er eitthvað að gera, hefur aldrei sest niður, gert niður og hægtir á kömrunum? Ég hef bara mjög öðrugt með andvarninni, sko. Hvað þá að setjast bara niður? Steindi, þú borðar mikið og óhaldum aðeins og svona, þetta hægja þig? Þetta þarf ég að hægja mér á til, en ég... Já, þetta er svolítið Steindi. Já, er þetta svolítið Steindi? Hvað, er þetta bara svolítið ég? Hefur aldrei hægtir á kömrunum? Fara á kamerana að skýta út um allt? Þetta er bara jáða nei spurning, ekki fókist. Nei, sko, málega. Báðum með nei. Ég veit, Steindi fætt double points þarna, því hann hefur verið á kamerunum að skýta og í sleik og því sem hann ekki kærast hans. Hættu þessu, málega, sko, það sem er að gerast hér er að ég mann það í rauninu ekki, en ég held samt ekki af því að ég verð að geta þeim hendunar. Ég myndi aldrei. Það er vaskur á kantur, beint á móti korma. Þá geti það verið, sko, ég verð að þó mér hendunar. Ég þið báði nei, hann á tímiður. Báðar að skýta hana. Hefur það hægt þér í hvítutjöldin? Kominu, gift erum á skýta í hvít. Það er ekkert klósett þar. Nei, bara þú veist, út einnandi ykkur rugli, rávarum og þetta hægja. Hvernig er þjóðatíð hjá þér? Veitu hvað til að við? Ertu bara með kaninu bandi að hægja þér í hvítutjöldin? Þú veist að það er sko, þú veist að það er bara heimafólk sem er með þessi tjöld. Og myndir þú kalla það að vera kóngur á þjóðatíð eða þú er hægtir í hvítutjöldi hjá okkur fólki sem... Sko, Blöð, ótrúlega öskra á mig, þetta er bara basic checklisti sem fólk gerir hérna. Nei, þetta er eitthvað sem ég ætla að vona enginn gerir. Og þeir eru með nei báðir hana? Það hefur enginn skiti. Það er ennþá Blöður ennþá einum punkt yfir. Ég get lofað þér, það hefur enginn skiti í hvítutjöldin. Ok, hefur það hægtur á gólfvöllin? Nei, hvað er þetta? Við hefum ekkert verið að skýta þar. 10 ára Þetta er bara, þú veist, fólk er í þessu, ég veit það ekki. Fólk er ekkert í þessu. Ok, hefur hún náð hámarki á gólfvöllunum? Nei. Hámarki? Hvað minnur þú? Bara hámarki? Það var bara Ívar Grant og Arnar Guðmunds í fernu og í þingunni eða? Hvað er það? Nei, þú veist, þið hefur ekkert verið í því. Kitty Páls félagi minn til dæmis, hann átti einu sinni svona kærustu sem hann hitti á og til og þau til dæmis nýttu ásta á 9. hólu hérna á þjóðatíð. Já, ég er greinlega bara ekki sem málum að geta báls. Hann náði sett hámarki á gólfvöllunum. Ég er greinlega ekki kóngur á hámarki. Nei, ég er svona meira bara að fá mig lunda í hvítutjöldunum og hlusta á góða tónlist eins og þetta byrjaði. Við erum ekki að skýta á hann á hámarki út um allir það, sko. Við erum bara alveg mjög slagir, sko. Það er 7. spurningin, 11. spurning. Hefur verið með hár í dalnum? Já, ég ætla að segja já við því. Þetta hef ég... Nei, þú ert ekki með hár. Þú varst ekki með hár. Nei, ég var ekki með hár hérna 2001. Hvernig varstu 9 ára gammal? Varstu 9 ára gammal til það? Herru, ég mætti hérna 2001. Já, þá varstu Sverrir Bergman taka án þín. Þú varst ekki með þykkt hár 2001. Það er bara þannig. Það var ekki þykkt en það var. Blöð, varstu með hár hérna? Nei, þetta voru... Þá vannst þú ert þjóðhátíðarkóngur eftir 9-5 Blöð. Egil, hlusta, hann var með einhverja lufsur á hárinu 2001. Ef hann er verið með hár, þá er hann þjóðhátíðarkóngur eftir þú skeist og tapar. Þú dröllaðir á því. Hann misti hárið 13 ára gammal. Föstaskvöldum og laugardagskvöldum bjóðum við ykkur frítt far með rútu niður í bæ. Og mundu að vondur dagur í Keilu er betri en góður dagur í vinnunni. Keiluhöllin Egilshöll. Leifðu villibráða krydduðu lamba sirlónsniðanum frá Kjarnafæði að kissa grillið þitt í sumar og allir verða glaðir. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Segðu sís. Segðu sís með Ólís. Fáðu grímur og glaðning þegar þú verslar á Ólís. Taktu myndir og merktu þær með hashtaginu Segðu sís. Svo getur unnið glæsilega vinninga. Ólís, vinur við veginn.
Villibráða krydduðu lambalæri sniðarnar frá Kjarnafæði smell passa á hvaða grill sem Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Stóra 3x2 verslunarmannahelgin í Krónunni. 3x2 af ómissandi mat, snakki og öðru í ferðalagið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Í dag 14 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Og svo færðu pilsu, kók og prins á 399 krónur í 10.11. Orkan. Ertu að renna í bæinn eftir frí og eldamennskan kannski ekki efst á listanum? Látt okkur að græja matinn. Dominos. Rikki G á FM 957. Rikki G, alla virka daga í samstarfi við Serrano. Að ríða inn í sólarlagið á velkemdum Maroon 5 hér með lagið Animals. Ég veit ekki hvernig þetta náða að lauma sér inn í þjóðatíðaþáttinn okkar. Nei, þetta algjört no sko. Blöð, þú verður að sjá svolítið tónlista út á tökkunum. Þú verður mjög sáttur með næsta lag, orðum það þannig. Ok, good shit. En já, þið eru að hlusta hér á þjóðatíðaþátt FM 95 Blöð. Í beinni útsendingu frá 900 grill, stappaði staður, Þetta kæru hlustendur, við bara duttum á loftunum. Það var einhver hérna sem steig á snúru. Það var bara einhver fyllibitta sem reif snúrun á vegnum. Við erum ekki að tala í kringum hlutina. Það kom fyllibitta inn og reif snúru og sambandi. Þetta gerist ekki í FM-stúdíu. Orðum þetta þannig, þetta var svona pínu svo pappa á fjórðabjór. Já. Hann var í aðeins svo miklum gýr, reif okkur úr sambandi. Já, en nú komið dyravörður sem vaktar þessa snúru. Þannig að fyllibittan kemst ekki í hann aftur, vonandi. Strákar, þetta líka svolítið, finnst mér, sjarminn við að vera senda út live, það getur bara allt gerst. Það getur allt gerst. En það sem við ætluðum að fara að gera áður en það var labbað hér á snúruna, við ætluðum í sturlaða starrendis. Voru ekki byrjar á því að fyllibittan mætti það? Nei. Ef við vorum byrjar á því, þá byrjum við bara aftur. Það er öllu drullu sama. Bein útsending og eru þið tilbúinir í sturlaðar? Já, við erum klárir. Hér kemur fyrsta. Það lést par við að taka selfie á kletti í fyrra. Þau fjallu fram af. Nákvæmlega svona. Já, sem að þið finnst bara fyndið. Mér finnst það bara smá fyndið. Það er bara svoleiðis. Ég get ekki að því gert. Par sem stendur einhvern veginn alveg við brúnina er að taka einhverja selfie og svo finnur hann yfir fjalli. En þau dóu sko. Já, ég veit. Ég segi bara rest in peace, jú. Þú getur kert selfie-stik á 2.9 og þá hann er geggjari mynd.
með selfie-stikkinu samt ekki að vera alveg upp í brúnina. En segðu mér eitt Egill, nú ert þú hvað, þú er 35 ára. Þetta einu maður sem ég þekki sem er selfie-stikk. Áttu selfie-stikk? Ég á selfie-stikk, já. Og lappar með hann bara svona? Ég er ekkert að ígja þetta. Besta uppfinning sem hefur verið gerð. Ferðu út í garð bara... Besta uppfinning sem hefur verið gerð, selfie-stikk. Ferðu bara með selfie-stikk út í garð og sápukúlur og pulpukúlur. Hvert sem ferður hún að gegja það myndu, handleggurinn á þau Steindi. Þú til það með eitthvað minnsta handlegg sem ég sé. Nei, hvað meinarðu? Sérðu, þetta er pílill feitur handleggur. Pílill feitur handleggur? Hvað er að segja? Fýtt handleggur? Og þú ætlar að gegja það mynda þér. Það veist einnig sérst að andlita þér. En þú ert með selfie-stikki, þannig að bakgrunnum og öllu pakkan. Ég er aldrei einhvers stað stattur og er að hugsa djöðlar ég til að ná geggjaðri myndan. Nei, ég er ekkert vissum að þetta par var endilega á lífi þó ættu selfie-stikk. Annað er að datt og hefur tekið hitt með. Þetta sé þannig. Þetta er mjög þetta sorglegt en Steindi, þú hlæra þessu. Það er eitthvað vondið þetta. Já, þetta er skellur. Þetta er líka ömulegt bara, herðu, Steindi, hann lést, Steindi og Sigrún dói í gerð. Nei, hvað gerðist? Þú voru að taka selfie hérna upp á fjalli. Þetta er bara fyndið. Málega, þetta er mjög fyndið, en þetta er ákveðið skellur. Já, þetta er vond. Svo er það næsta, Matt Damon, einn af mínum uppáhalds, leikari sem ég fíl í tætlur. Hann hætti að reykja með hjálp dáleiðslu eftir að hafa reykt í rúm 20 ár. Já. Þetta er eitthvað sem þú ættir að skoða, Steindi. Ég veit það ekki. Hafið þið farið í dáleiðslu einhvern veginn? Nei. Ég fór á hana gæjan sem hætti sem leti alltaf fróa sér hann í Broadway Hotel Ísland. Var hann ekki að koma í 9. sinn daginn? Er hann ekki ennþá með aktu taktusnappið? Herru, sko, málega það að það er rosalega, ég ætla bara að vera hreinskilinn, það er rosalega fínt að fá sér hérna ískalda salum eftir góðan hambúrgara. En ég hef reynt. Ertu að auglýsa hana viðbjóð? Ég er ekkert að auglýsa neitt, ég er ekki að hvetja neitt til En þú veist að ég er frétt daginn að 6 ára strákur er byrjað að reykja bara að taka Texas Tony. Það er ekki að heyra þetta. Nei, já það. Mamma, má ég fá Salem? Já, nei, það er engin strákur að segja það. En allavega, ég fór yfir í rafrettuna, ég prófaði hana hellingi, ég hélt mjög mikið upp á, ég reykti út allt þessar rafrettu og ég fekk í magan og sárla. Þú endar ældur ekki á bringuna þér? Nei, ángríns, það gerði sama fyrir mig og Sölvatrygg að það lag úr mér. Það lag úr mér, basically, ég var sárlasinn. Þú veist hvað kom fyrir Steinda? Hann ringdi inn, ég hef sagt þetta áður í útvarpinu, hann ringdi inn og sagði bara, þetta er allt annað líf eftir ég fekk rafrettuna. Svo ringdi hann inn með 3 dögum setna, þá var hann fáru veikur, komst ekki að hitta mig og vorum að fara að gera eitthvað, við vorum að skemmta eitthvað. Já, rúmleggjandi með 40 að hitta. Hann setti svo mikla olí onni, það var eins og hann reykt 11 kartón og 3 dögum. Ég misreiknaði vökvann og ég held ég var að reykja 20 sígarettur á dag eins og ég svona gerir stundum, en ég var að reykja, ég held ég hafi verið að ná hátt í 300 á dag og ég tók 3 daga og var svo rúmleggjandi. En höfum þá reynu, ef það eru einhverjir að hlusta þá er ógeðslega líkt að þetta er óhald og viðbjóður og Steindir sem betur verið er svo eini sem reykir í þessum þætti. Nei, veistu hvað, ég púa aðeins, ég er sammála, þetta er viðbjóður og ég mæla ekki með. Svo er það hérna, Sandra Bullock er með ónæmi fyrir hestum. Muni eftir því Nett með Sandra Bullock. Já, það er Nett, góð mynd. Mér líður stundum bara eins og Sandra Bullock er Nett. Ég er svo hrættur það gerist fyrir mig. Ég færi bara í bankan, enginn kannist mig búið að taka bara öll, skilur ekki að mig búið að hreinsa mig. Bara hestum, ekki í beljum eða hundum eða köttum. Það stóð ekki, það stóð bara honum með ónæmi fyrir hestum. Það er mjög weird, ég hef aldrei heyrt það. Ónæmi fyrir hestum? Svo svæl er þetta maður. Ég myndi samt ekkert eitthvað, það myndi ekkert há mínu lífi þó ég væri með ónæmi fyrir hestum. Hvað það myndi gera fyrir lífið hans Fjölin Þorgeir sem var ofurnaði fyrir hestum? Það myndi eyðileggja. Egil hefur lent í hostile crowd á hestamannamótinu. Það er bara eitthvað besta sem ég heyrt líka. 2008. En getur líka sagt mig hver er svona í nefnd hjá hérna, hvað heitir þetta, hestamannamótinu og hugsa með sér, herru, við skulum fá Mercedes Club og Haff til að sjá kvöldvökunum. Og Valli Sport lænaði þessu gegjur. Og hann... Fólk skal byrja að gríti. Nei, sko, málið er, ég hef búin að segja við Haff hann er samkynhneigður og hann er toppmaður. Hestamennin er guttur af hann. Ég og Haffi er mjög góð vinnir. Hann er samkynhneigður. Hestamenn dæma það? Jú, málið er hestamaðurinn er svolítið eins og rednekkin í Bandaríkjunum. Nei. Ég er að útskýra þetta fyrir ykkur hérna. Það var allt í topp standi í þessu giggi. Þangað til, ég sagði við Haffi, þetta er ekki að fara á girðinguna, sko. Lofaði því. Ekki að fara á girðinguna? Já, hann áða til að finna sér ykkur svona stangir og girðingar og gera ykkur svona hluti á þeim. Sérðu, síðan er girðingar. Hvers konar giggi? Hossa sér á því? Nei, síðan er girðingarna og við erum að taka base cup, allt gengur þessu sögu. Og að taka base cup? Gekk allt eins og í sögu þegar voru að taka base cup á hestamanna? Það hefur komið landsmóti hestamanna. Síðan fer Haffi beint á girðinguna og þá var allt vitlaust.
Ég ekki að kaupa þetta. Verður það að segja mér að Message Club bara að taka base cut. Já, og allt bara í geðveikum gír. Og Haffi á var að meðan að hossast á hverju girðingu. Já, sérst að steig svona klofve yfir hana og var svona eitthvað að nutta sér á. Þetta var eitthvað sjó hjá Haffa. Sko, stráka, þessi menn vilja náttúrulega bara fá Holy B og that's it. Já, bara Helga Björns og reyð með vindana. En segðu mér annað hérna, hvernig base cut-lagið? Eða að setja það á það? Nei, bara ekki til í dæminu. Það er svona, get the fuck out of the club. Base cup, þú veist, það konseptið semast. Allir feskir. Næsta. 1 af hverjum 60 hafa stunda kynlíf í flugvél. 1 af hverjum 60? Já, sturglu staðrind. Sem er komin í Mile High klubin. Já. Það er svolítið það er bara út af því að það er rosalega mikið flugfröðum að núti og það er náttúrulega allar hjólaði þetta. Þannig að það keirir meðaltæli svona vel upp. Það er ekkert allar flugfröðum. Það er ekkert, þú sko, það var rosalega mikið. Þú dæmið bara hestamenn og flug og þetta er bara... Hvað, ég bara segja það sem ég hef heyrt. Já, við dæmum það ekki, en þetta... Hvað, þetta segir maður það er Steindi sem er það feitur, hann kemst ekki einn inn á klóstið. Hvað er það að segja? Nei, bara... Á hann að fara á bak inn á klóstið. Það er einhver anadról dróp bara að leka út úr eyrunum að þér, þú veistu hvað vangir, hvað er að þér? Anadról drópar? Það er ekki ólögt lifið. Þú verður að segja okkur það. Ég er á kreatín mónuhættið núna, sko. Það er í alveg 1 af hverju 60, það er rosalega hátala. Já, það er mjög hátala. Rosalega hátala. Förum við næsta. Pokémon-veldi er metið á 24 miljardar dala. Pokémon-veldi? Já. Og þetta er sko 24 miljardar sinnum 130. Þið getur ímyndað hvað mikil peningum. En er þetta Pokémon-partí ekki búið það? Já, aldrei. Já, hver heldur að nenni þessu lengur? Er í alveg einhver núna að fara út á götu að spritta sem fylgum og... Já, ég vil fá að vita, er einhver á Íslandi ennþá í Pokémon? Því að ég veit að það er bannað að dæma, við segjum alltaf, það er bannað að dæma. En ef það er einhver ennþá í Pokémon, þá... Ef þú þyrftir núna, að hugsa það núna bara, hver finnst þið vera líklegasti maðurinn á Íslandi til að vera að spila núna? Hann verður að vera þekktur. Bjarni Töframaður. Sverrir Bergmann. Já, og Sverrir Bergmann kemur sterkur að reyna líka. Kemur ekkert óvart að Sverrir Bergmann er einhverja geðveikt sjaldgæða Pokémon-mynd. Nei, ángríns, hann á örugglega einhvern stokk og er að spila við 7 ára krakka í hverfinu. Svo er það næsta. Þegar fólk segir að það mér finnst þessi kom. Þegar fólk segir að þú hafir breyst, eru 95% líkur að þú hafir ekkert breyst, en ert bara hættur að haga þér eins og það vill. Þetta er sem er svolítið flott lína. Þannig að þú hefur kannski ekkert endilega breyst, en þú ert sem að hættur að haga þér eins og hann vill að þú hagi þér. Já, ég skilji mjög vel. 95%, þetta var... Þurfum við ekki allir einhvern veginn að hugsa okkar gang og fara að hafa okkur eðlilega? Jú, það verður nú að styttast í það. Svo er það næsta. Angelina Jolie borðar reglulega grillaða kakkalakka. Hún grillar þá og henni finnst þeir góðir. Ói, bara sá kakkalakka, sko ég hefði ekki það. Ég náðan hægði mér í buxurnar á Tenerife. Ég vaknaði klokkan 3 nótt út af því að loftastingin ég slögt á henni og henni var að sofa og ég vaknaði gett heitt, vaknaði klokkan 3 á gólfinu, fer á klóstið, opna, er 5 cm kakkalakki á gólfinu. Ég náðan hægði mér úr hræðslu. Ég hef séð Auðun Blöndal með berum augum borða kakkalakki. Já, ég evrópska draumum. Það var ógeðslega séð. Er þetta bara próteríkt og frábært snakk eða? Já, ég finn nú ekki svo langt að segja frábært snakk. Þetta er ekki eins og að fást ég bara bugglest bara yfir frend, sko. En þeir vilja meina að þetta sé fínt fyrir mann, sko. Já, þetta er prótein í þessu og Angelina Jolie, hún er að grilla á. Já. Hún er enda létt grilluð, eins og Angelina Jolie náttúrulega skiptist á blóðu við Billy Bob Thornton eitthvað þegar þau voru saman. Það er mjög spes. Hún er gaman að þessu. En hún er töffari. Svo er það næsta. Það eru nunnur sem eiga stærsta bankarán allra tíma. Já. Ég hef alltaf sagt að aldrei treyst eins og nunnum, sko. Svo nunnur hafa aldrei... Það er svo þitt motto í lífinu, eða ekki? Nei, ég hef aldrei hitt einhverja... Hefur hitt nunnu? Akkur ekki treysta nunnu? Æ, ég veit það ekki, maður, hvað... Einhverja nunnur? Ég er það ekki bara góða... Það reyndar ekki alla greinlega, það reyndu banka. Ég held að séu bara ekki alla sem eru síðan. Kannski reyndu að banka til að gefa þetta góð málefni. Já, ég veit ekki, ég held að séu... Er ekki bankar líka algjörir bankaræningar, bara ræningar? Jú, en þú veist, ég veit ekki með þessar nunnum. Þær eru bara einhver staðar að... Þeir eru ekki bara að hlusta á 50 Cent og horfa á Dentist 2 og... Nei, ég man þegar ég bjóði í Yfirfelli 6 þá kíkti ég, það var eitthvað svona hérna ég bjóði í Yfirfellinu. Já, það eru skeggjaðar, þú veist það? Nei, ekkert allar. Jú, það eru full skeggjaðar, sko. Nei, þú alhafir bara núna. Herru, ég sé 2 nunnur, þar eru báðar með því líka tægjur hangandi það voru bara með sko, hérna, pussutrilli. Ég sé nunnu með pussutrilli. Jú, það er bara staðfest, ég sé það. Ég fekk svona, fenguð aldrei svona hálsmenn frá nunnum. Fenguð aldrei svona, er það bara ég fekk bara eðlilegt uppeldi. Já, ok. Herru, þá er að síðasta Nicolas Cage á kolkrabba sem gæludýr. Það er enda svolítið skemmtilegt. Það er grjótart. Put the bunny
Það alveg gæludýr. Hvað ertu samt að gera með kolkrabba sem gæludýr? Þú skátt að vera að gera það. Ég mikill keitsmaður. Bara í fiskibúr eitthvað, í eitthvað chili. Já, en þú ert ekki að kenna að setjast eða? Nei, það getur vel verið að ég hendi mér á kolkrabba. Nei, menn að Pulla kann hún eitthvað trikk. Nei. Já, þú veist, hún kann að setjast og... Nei, veistu það Steindi, ég sá það núna í vídeónu þegar við erum að taka það upp. Pulla kann valla setjast. Jó. Nei, það var pullandi vesendur átt að beina að setjast. Pulla illa upp alinn. Nei, það málið. Herru, ég fór með hann á Gallery Voff og hún sló í gegn þar, útskrifast með 7,5 held ég. Gallery Voff? Já, það hundaskóli. Já, ok. Með 7,5? En af hverju getur hún ekki gert neitt? Nei, þú veist að því að hún bara mikill karakter, hún þrjósk. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér eftir smástund heyrum við þegar við hringdum í fólkinn í Vestmannum og ætlum að fá tjald í garðinu þeirra. Það er líka giftast, sofa hjá og drepa hérna eftir smástund og íslensk slúður sem er vist brakandi. En við skuldum auglýsingar og ætlum að henda okkur í auglýsingar. Vertu með FM 957 á þjóðhátíð alla Vestlunumannahelgina. FM 957 verður í þráðbeinni útsettingu frá Vestmanneyjum alla helgina. Á föstudaginn byrjar útsettingin á Morgun þætti FM með Sverri Bergmann og Ósk í beinni frá 900 grillhús. Yngvi Eysteins tekur við klukkan 10 og verður í þjóðhátíðaskapi beint frá eyjunni Fögru Grænu. Pétur Valmundarsson verður auðvitað á sínum stað milli 1 og 4 í beinni frá Heimaey og á slæginu 4 tökum við vel á móti FM 95 blöð sem mæta loksins aftur á FM 957 eftir allt og langt sumarfrí. Það er hressandi. Já, algjörlega. Dagskráni líkur klukkan 6 á föstudagskvöldið en beina útsettingin heldur að sjálfsögðu áfram alla þjóðhátíðahelgina að ógleymdum brekkusöng á sunnudagskvöldið. FM 957 í beinni frá þjóðhátíð í Vestmanneyjum með Jam Bluetooth ferðahátunurum. 13 króna afsláttur af öllu bensíni í dag. Atlandsolía. Lykillinn að lægra verði. Ert á leiðin á útihátíð? Vissir þú að ferkantaðir fabrikuborgarar passa mun betur á einnota grill? Svo eru þau líka úr hágæða ungnautakjöti. Þú finnur munin. Mundu bara að kippa sósunni með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Allt frá SS Soul til Dela Soul. Spilaðu uppáhaldslögin þín hvar og hvenær sem er með Spotify Premium. Þú getur meira með símanum. Keiluhöllin í Egilshöll býður skemmtum fyrir alla fjölskylduna. Stopp. Þetta er allt og... Keyrðu þetta upp maður, þetta er allt og væni. Amma þín getur keppt við í keilu og barnabörnin og börnin líka. Veistu, muni grætt í þetta maður. Gerðu þú þetta þá bara? Hvað er ég að lesa? Þú ert að lesa hérna Amma þín. Amma þín getur keppt við í keilu og drukkið undir borðið. Keiluhöllin Egilshöll, komdu bara til okkar. Er það ekki gott? Nei. Keiluhöllin Egilshöll. Ertu búinn að smakka Flóridana turmerik? Í 1 lítra er safi úr 50 grömmum af fersku turmerik. Flóridana, lifðu vel. Grillhúsið hefur opnað í Borgarnesi. Einfallega næg ástæða til að ferðast innanlands. Grillhúsið, komdu flagnandi. Áttu að vera flagnandi? I'm feeling sexy and free. Jessie J, ofurröddin, superstjarnan, heldur tónleika í Laugardalshöll þann 15. september. Næstu stuð tónleikar ársins. Miðasala á miði.is. Það er sama verð hjá okkur þó þessi þjóðhátíð í Eyjum. Við verðum líka með fullt af tilboðum. Komdu við í 900 grillhús og fáðu þér alvöru mat á alvöru stað. 900 grillhús með þér í þjóðhátíðaskapi. Þú fær tjaldið hjá okkur og allt annað sem þarf fyrir útileguna. Ferðumst saman í sumar. Bíkó. Það er alveg sama hvort þú ert útihátíðatýpuð innibúki. Potturinn stefnir í 44 milljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar. Sjúklega góður matur og trufluð hanastél á þjóðhátíð. Slippurinn, Vestmanneyjum. Ekki missa af þjóðhátíð og Herjólfi. Mættu tímanlega til Landeyjahafnar. Góða skemmtum í dalnum. Herjólfur og Eimskip. Gæludýr geta 17% skilríkja, samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Komdu með skilríki, ekki afsakanir. Vínbúðin. Það er happy hour á fabrikunni alla Vestlunumannahelgina. Opið til miðnættis frá 5. degi til sunnudags á Höfðatorgi og Akureyri.
gestalagalistar og koktelar í fiskabúrum. Þú heldur að þetta sé eitthvað flókið? Svo þetta bara svona. Fabrikan, Höfðatorg, Kringlan, Akureyri. WOW Air og Pepsi Max kynna Kings of Leon á Íslandi. Nýja höllin 13. ágúst. Í dag 14 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Og svo færðu pilsu, kók og prins á 399 krónur í 10.11. Orkan. Gleðilega þjóðhátíð. FM 957. Topp tónlistarstöðin. Þar sem hjartað slær og það vist á þjóðhátíð. Veistu það fer svona hrollur hann allan þegar maður heyrir þetta lag. Chubby Little Lover Boy. Video Game Boy. Þetta æðislegt. Þetta verður nú sungið hér í dalnum. Já, og þetta ángríns eitt stærsta þjóðhátíðalag sennilega allra tíma. Já, þetta og lífið yndislegt. Já, og líka ég fyrir á þjóðhátíð með þetta FM 95 blöð. Þetta að setja það með. Já, mér finnst það, vera þessi 3 lög. Já, þetta þessi 3. Lífið yndislegt, þessi hjartaslægir og ég fyrir á þjóðhátíð FM 95 blöð. Það hárið, strákar, það komin tími á brakandi fest Íslands slúður. Ég er bara að hræðast þetta pínu. Og það sama gamla góða reglan, kæru hlustendur. Þetta eitthvað sem að stöðin og ég berum enga ábyrgð á. Akkur þetta láta svona, við erum allir saman. Og ég segi bara take it away. Já, það óþarf að skjóta sendibóð. Steinþór verktaki á stöðinni, Já, hann verktaki á stöðinni. Akkur Egill, þú ert ekki með mér í lífi? Jú, ég er að peppa þetta slúður og leitra alls. Er fólk að skýta á sig það? Já, strákar, málega það, þekktir Íslendingar í dag eru með allt lóðrétt niður sig. Ég ætla samt að vona að þetta sé aðeins og sé búin að krydda þetta aðeins í sumarfríinu. Núna ertu búin að hafa, Steindi, mánuð til að semja íslenskt slúður. Segðu mér og sett með eitthvað gott. Veitu hvað er að semja íslenskt slúður? Ég fæ þetta sent, þú verður að trúa því. Og málega það, enn og aftur, þá er þetta 3 kallmenn. 3 kallmenn, það eins og stelpunna séu miklu skárra við. Það eins og þekktir íslenski kallmenn sem allt lóðrétt niður sig. Íslenska konur kunna sig. Já, það kunna sig, það bara svoleiðis og ég ætla að byrja á honum Ásgeiri Kolbeins. Nei, ef þú ert að fara að segja mér, Steindi, ég sé bara þú horfir á mig. Ef maður var að rassamæla sig einhvers staðar í sumarfríinu, þá slekki á þér og ég set á lag. Það er komið gott að hann bara vera með 2 Ég veit það, en við vitum að blöð, Kolb elskar að rassamæla sig. Strákar, ég er ekkert að fara að tala, hann var ekki að rassamæla sig. Hvað er að ykkur? En Ásgeir greinlega komið nýtt efni. Já, Ásgeir mættur til Eyja. Hann komin til Eyja og það, sem nú kannski ekki frásögu færandi. Já, hann mætti í gær og sem nú kannski ekki frásögu færandi, en hann var á húkaraballi í gær. Það einmitt nákvæmlega það sem var að gerast. Hann fór á húkaraballi í gær. Og Ásgeir, hann byrjað að selja rassamæla. Þú ert svo leikust hættus. Þú varst að segja þetta var ekki drengt þessu. Nei, ég er ekki drengt. Er eitthvað að þér eða? Nei, þetta selst eins og heita lummur. Og núna, rassamælarnir hans. Er Kolbarinn að byrja að selja rassamæla? Já, og málega það sem, ég fekk þetta í tölvupósturum að hann hafi, þetta er insight upplýsingar, að hann hafi til dæmis fjármagna kaupin á NASA með þessum mælum. Af því að þessi mælar svona, eru svolítið öðru sinni aðri rassamælar, því þessi rassamælar eru 100% nákvæmir. Jú, þeir eru 100%, þú veist að Ásgeir, hann er það stoltur af þessum mælum að hann setti nafni sitt við þetta. Nú? Já, hann setti nafni sitt við þetta. Heitir rassamælurinn Kolbarinn? Nei, rassamælur heitir Ásgeir Komma. Og það er víst það sem hann er kallaði núna í dag. Hann er ekki lengur kallaði Ásgeir Kolbeins, hann er kallaði Ásgeir Komma. Ásgeir Komma. Og hann er eins og hefur komið nú fram, hann er kommulaus. Hann er þekktur fyrir að vera kommulaus. Er þetta staðfest nákvæmasti rassamælur sögunar? Þú ætti að segja okkur hérna að Ásgeir Kolbeins hafi fjármagna NASA með að selja sin eigin rassamæli sem heitir Ásgeir Komma. Já, Ásgeir Komma. Sem er rosalega nákvæmur mælir. Já, og þetta er... Steindi, hvað ert að reykja? Þetta er ekki síkar. Hvernig dettur er þetta í hug? Þeir eru sérstaklega stóri líka á erlendumarkaði að slá í gegnum Finnland og Svíþjóð út öll Norðurlönd. Og hérna, þetta er að koma stertinn hér og hann var að selja í gær rassamæla á húkaraballinu sem nú kannski ekki frásögferðandi nema hvað, það var allt vittlust. Það var allt brjálað því að Ásgeir, hann er með gæðavöru í höndunum. Og hann er ekki að nenna einhverju rugli og einhverju slúður sig. Þannig að hann vil alltaf vera viðstáttur fyrstu mælingu. Þannig að hann var þarna að girða niður fólk og setja mælinn inn í rassinn. Þetta er orðið gróft núna. Nú er ég að stoppa. Nei, og leið og þegar kemur komma yfir, leið og kemur 37 komma eitthvað, þá heyrist svo nýjónu svo
svona ding, 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 svona lítið bjalli í honum. Já. Og svo þarf ekkert að skóla hann heldur sem mesta snildin. Það kemur svona dropi upp úr. Fara bara í næsta. Já, kemur svona vatn úr honum þegar maður búinn að nota hann. En honum var hent út, hann var að rassamæla fólk. Hættu þessu bulli, Ásgeir. En hann er að mókin. Hann er að móka inn. Svo það næsta. Það strákar, það engin annar en meistari meistarana. Og því meður enn og aftur Valtý Björn. Endi í slúrinu. Ekki Valtý Björn, mikill meistari. Valtý Björn væri meistari. Nei, þetta Sigurður Hlöðversson, dagskrágerðarmaður. Hvað hvernig ekki fýblast? Þú varst bara með saman slúður. Nei, fyrir sumar. Ásgeir Kolbeins og Rassamál og hvað Siggi Löð dáinn eða? Alls ekki. Nei, af hverju þetta segja svona? Hvað vitleis þetta? Þetta kjaftaði. Nei, en sko, Siggi. Ég bara að lofa Sigga að taka það út úr þessu kjaftaði. Ég sko, Ég er búin að lofa Sigga Löð að taka það. Blöð, kannski þetta eitthvað fárlega færst nýtt slúður Sigga Löð. Ég er að segja það. Ég veit ekki, sko, leið mér að klára slúður. Ég er það sem er færst í dag. Já, ekki skjóta sendibóðan. Hann var á leiðinu til Eyja í dag. Bara rétt á hann fór í sjöferjunni, bara í morgun. Í því líkum gýr. Hann var með stró í kakó og hann var komin upp á þilfari í eina rally. Var komin í eina Marlboro Lights, bara slakur á kantinum. Og hérna, hann áða til að fá sér eina, hann Marlboro katt sko. Hver tekur stró í kakó í Herjólfi? Já, eldsnemma, sjö í morgun. Hann var bara í því líkum gýstakar og bara hann uppi og með einar ískalda kelly með rello. Hann ekki rello. Og svona, kastar henni út fyrir og eitthvað svona og fellur borð. Hann fer úti og hann situr og er að vinka og svona og það aldrei bara hlægjandi að þessu. Það allir svona gaman að hann Siggi Hlöð komin úti og djöfull hann hress kallinn. Hann hann hress og var að vonni og svona. Ég veit ekki eins og endin á þessu. Það var sko það kom ekkert fram hvort að einhver hafi pikkað hann upp eða ekki. Ég held að sé ennþá bara fljótandi. Já, Siggi Hlöð er bara send í land. Ég held að það sé bara fljótandi einhver staðar núna. Ég hef ennþá í sjónum á þetta frekar tæpt sko. Siggi Hlöð út að hlusta, ég lofaði því að þetta var í síðasta sem Steindi Junior fellar hann því í stúðu og fyrir alla sem þekkja Sigga Hlöð þá er hann feskur, ég held að hann sé í gólfmóti og hann er með ball og spott á sunnudaginn og ég ætla að plugga því. Það eru stemmingar, hann og Greifarnir og það verður geggjað held ég. Við vonum allavega að náið þangað. Þegiðu Steindi, hann var ekkert í dallinum og datt ekki ból. Þriðjumóli þegar hann komin í stró í kakó. Hver fyrir stró í kakó klukkan 7 morgun? Það Siggi Hlöð, ég veit ekki, ég er að fóta send. Það var að þriðjumóli, það Buddy Dalton. Hann hefur nú ekki, hann sjálfgjafur í slúrinu. Nei, það mjög reyr að koma inn á hann. Hvað sá kongur að bara? Hann og ákvað að hendi sína eigin útihátíð. Og ætlar svolítið að fara að keppa núna við þjóðhátíð og mýraboltan og þessar hátíð. Já, hvernig út? Já, sko, hann áttlega með Hendrix og hann upp á Höfða, toppstaður. Já, útiháttíðin, hans haldinn bara nokkru metrum fyrir neðan. Hvað bara, Gullinbrú? Já, bara upp á Höfða og við vatnið, eða bara sjóin eða hvað sem þetta Hvers konar hátíð er þetta? Þetta bara, það skrúðganga frá Hendrix sem er að hefjast núna klukkan 8 og það bara svona hann að taka, segir hann, sko, svona helsta frá öllum öðrum útiháttum. Hann að mæti ekki í lopapeysum. Það svolítið svona frá lopapeysun og Akranesi, sko. Og svo bara koll og kolli og hann segir að verði brenna og brekkusöngur. Egill Helga mun sjáum brekkusöngin, segir hann. Ekki Árni Jónsson heldur Egill Helga. Þú ákveður að Egill Helga vera með eitthvað? Egill Helga bara, hann á víst að geta... Hann brekkusöngin? Hann á að geta klóra á gítarinn. Það flugeldasýning sem hann græjaði úr einhverjum gámi, einhverjum svona útrunna tertur. Svo eru þarna, þú veist, fullt af artistum, segir hann, og hann er búinn að redda kömrum og það er bara... Þetta gekk út í þetta? Já, það verður, Dalton er að spila og allt í góti. Já, frábært, glæsilegt. Staðfest bara. Já, þetta topp úti hátíð, þetta var Íslands. Reyndar var ég að fá SMS frá hann núna og það búið að hætta við þetta. Það búið að slaupa, já, það eitthvað leifisvesen, hann var að senda mér. Eitthvað leifisvesen? Já. Búið að slaupa? Það verður stemning á Hendrix. Þetta var Íslands slúður hér eitt smá stund. Það var brakandi fest. Sýntal í Garða. Sérst að reyndum að fá að gista í Garði hjá fólki hérna í Eyjum. Við höfum líka eftir að fá sofa hjá Drepa eða giftast. Ég var til í einn núna, 100% nákvæma mæli frá Ásgeiri Kommu. Já, en nú Þórður stattur í bænum og hann má setja á næsta lag sem er eitthvað sem allir þurfa að kunna núna í dalnum. Því að, þetta verður mjög snemma í prógraminu í kvöld. Ég svo lélugur að syngja, þið verða að hjálpa mig með þetta. Þannig að endilega hlusta á textan og rifja hann upp. Þvottavélar eyðileggja 14% skilríkja.
samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Komdu með skilríki, ekki afsakanir. Vínbúðin. Langar því alvöru grillmat á þjóðhátíð í Eyjum en nennir ekki að grilla sjálfur? Komdu þá bara til okkar. 900 grillhús með þér í þjóðhátíðarskapi. Boli kynnir með stolti. Verslunarmannahelgin. Besta stemningin nákvæmlega þar sem þú ert. Gefðu þér tíma. Boli léttur. Sumarútsala á garðhúsgögnum og sessum. 20-70% afsláttur. Rúmfattalærin aðeins ódýrari. Langar þig í heimsreisu, læra að surfa á Bali, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó eða upplifa menningar undir Indlands. Hafðu þá samband við Kilroy. Við látum drauma rætast. Þegar þig langar í myndulaði Crusher, þá færðu þér myndulaði Crusher. Ok? KFC, svo gott. Fáðu þér Flóridana turmerik. Í 1 lítra safi úr 50 grömmum af fersku turmerik. Flóridana, lifðu vel. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður og ótrúleg verð. Kringlan af öllu hjarta. Í dag 14 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Og svo færðu pilsu, kók og prins á 399 krónur í 10.11. Það held ég, elsku vinir og lífsförunautar þeirra hlust á FM 95 blöð hér í beinni frá 900 grill á þjóðhátíð. Og strákar, þetta svolítið sérstök stemning að við erum hérna eins og alltaf, en við erum með áhorfendur. Já, þetta skrítið. Svona... Ég sent búin að menna þessu. Já, ég líka, þetta skemmtilegt. Við ættum alltaf að fara einhvern út og senda með áhorfendur í kringum okkur. Já, það þetta bara góður punktur. Við erum aðeins úti í líka gaman að sjá veðrið. Við erum oftast inn í lokaðri kompu bara. Já, það hárrétt, hérna sjáum við brút, það sól og sumar og... En djöfull erum við heppnir félagarnir að fá álfuru veður hérna með gigg í kvöld á miðnætti á stóra sviðinu félagarnir og það sun is shining. Það ekki gefins að fá gott veður á þjóðhátíð. Og við lofum alvöru þjóðhátíðarstemningu þar. Já, en talandi þjóðhátíðarstemningu. Já, þá ætlum við að fara hérna í dagskrárliðin sem heitir Sofa hjá, drepa, giftast. Akkurat. Samt að ljóta sig að drepa, hvað kölluðu þetta áttur? Að fara með hann út í sveit. Já, en þetta er málega. En talandi mitt, svona, þetta er útilegu, þetta er svona ferðarleikur sem fólk fer í bílnum í og svoleiðis. Og við gerum þetta svolítið hérna í þættinum, þetta er nýtt hjá okkur. Já. Og ég ætla að tengja þetta svolítið þjóðhátíð. Ég er búin að velja hérna 3 drengi sem allir að spila á þjóðhátíð. Þið þurfa að segja mér hverju myndið sofa hjá, hverju myndið þið giftast og hverju myndið lóa eða fara með upp í sveit. Já, 6 feet under. Setjum til græna torfu. Og ég ætla að byrja þér eitt. Við erum að tala þetta er Jón Jónsson, bróður hans Frikki Dór og Ingo Veðurguð. Vá! Hversu rosalegur er þessi listi í dag? Þeir eru allir hérna á þjóðhátíð. Já, og við þekkjum þú alla. Frikki Dór. Ég ætla að byrja að spyrja hverjum giftistu þarna. Það er svo óþægilegt blöð, þú velur alltaf nöfn sem við könnumst bara við og þekkjum. Við þurfum alltaf að hitta þetta fólk. Já, það gerir þetta skemmtilega. Já, og erfiðara. Ég held ég myndi giftast Frikka Dór. Frikka Dór? Giftast Frikka? Út af því að ég elska að fá mér rauðvín með nautasteik og hvítvín með humar og stundum ég að horfa á boltan og ætla ekki að fá mér eitt skítkaldan með og nenni ekki að hafa Jón í mér eftir að fá þér bjóri við leiknum með aumingi. Já, það er ekki hægt sko. Frikki Dór er ekki fyllibitta en hann hellir samt að lýsi á og til. Sko Ingo er fyllibitta. Já. Akkur fórstu þá ekki frekar í það? Það er út af því að sko ég er að tala um hverju myndi giftast en ég held að Ingo sé geggjaður í klukkutíma aksjónin sko. Hvað mennur þetta að segja? Þú ert að spá mikið í þetta. Nei, ég vil ekki drepa Jón Jónsson sko. Þetta er erfiðasti leikurinn hingað til sko. Þetta að segja Ingo sé bara geggjaður í klukkutíma sessjóni. Þetta er bara frá hjartarnu bara. Ég átti ekki að velja, ég ætti að drepa einn. Já, þú átti ekki að hugsa þetta svona mikið. Ok, þú ættir að giftast Frikka Dór. Sko ég er líka til að ná ég að giftast Ingo, en málar Ingo. Nei, Ingo það er vesen og Ingo sko. Hvernig þá? Hvað er vesen og? Hvað tekur ekki til?
Það er ekki bara að byrja fjöstendi. Já, þetta er ómikið hjá hann. Sko, þetta flækir þetta svolítið mikið því að Ingo er frændi minn. Ok. Við erum skildir. Já. Hvernig myndir þú giftast? Ég myndi giftast, sko, ég er svolítið sammalagli, ég verð að vera sammalagli. Ég myndi ekki, meika að láta töð í mér af því ég á alveg til að rífa flipan á nokkurum heima líka. Rífa? Þú átt að til að renna af þér? Sko Ég á það til að rífa af. Er það ok? Já, ég hugsa að ég myndi, sko, vilja ég þyrfti að giftast Ingo. Giftast Ingo við ykkur? Því að hann er frændi minn. Já, er það ekki eitthvað rangt að giftast? Já, en þú veist hvað, ég sofa hjá honum? Nei, ég get það ekki. Það er þetta útlöka svolítið, þetta er óþægild að hafa. Gleymdu því bara sem frændin. Gleymdu því smátund. Ok, ég myndi giftast Frikka. Ég held að ég og Frikki getur verið svolítið nettur upp í... Nei, veistu, vá! Herru, ok, býtu. Ok. Nú er ég með þetta. Já. Ég myndi giftast Ingo. Giftast Ingo? Við væri bara slakir. Ok. Það er bara svoleiðis. Ég myndi sofa hjá Frikka. Og ég að drepa Jón. Ég veit að þetta er mest í toppná og allar tíma, sko. En hvernig á ég að gera þetta? Það er að láta bónum guggaðis fara bara. Það er ekki hægt að takla þetta vel. Slagt að heyri Jóni. Þetta er langarð þetta keppnið til þessa. Annarlega ef ég hugsa með mín sekund, ég veit hvernig ég á að drepa. Ég verð bara að breyta þessu. Ok, ég verð að breyta þessu. Ok, ég ætla þá að giftast Frikka. Og ég ætla þá að sofa hjá Jóni. Og drepa frændaðinn? Já, drepa Ingo? Þetta er skellum að við höfum þetta bara einhvern veginn. Egil. Sko, ég held persónulega að þeir séu báði geggjaðir í rúminu. Jón og Ingo. Ég tippa á það að séu... Akkur þetta hugsa það? Já, ég var að velja kvotinu það ekki. Hvað, okkur að þrá sig á mér? Þú átti ekki að njóta þessar nættu. Ég held að þetta væri bara svona að ég bara gerir overwood. Já, hvað á ég ekki að velja eitt sem að... Er ég að nýskina leikina? Já, ok, segðu okkur frekar bara hvernig ætlar að fara með upp í sveit? Sko... Ekki ætlar að drepa Frikka? Ég get ekki drepið Jón Jónsson. Hann er svona fljúandi englabangsi, alltaf brosandi. Það var samt það sem ég hugsaði. Hann er enda máli, hann er í FH. Og FH er eitthvað þreyttasta liðið á Íslandi í dag. Mér datt samt í huglíka að væri bara tekið vel á móti. Ég er búin að gleyma því að hann er í FH. Það er aðeins að hjálpa mér nú, ég gæti snúast við. En Ingo er bara svo léttur og alltaf eitthvað bara... Ég drep Ingo. Og sveifur hér Jóni og giftist Frikka. Ég get ekki drepið Jóni. Nei, þetta er bara sama hjá okkur. Við drápum báður Ingo, við giftust Jóni. Nei, við giftust Frikka og við sofum hjá Jóni. Þá ætlum ég ekki að drepa Ingo, það er nokkuð ljóst. Því að Ingo er toppmaður. Þetta er allt toppnáðungar. Við skulum fá næsta lag. Hvernig það að drepa? Hvern myndir þú sofa hjá? Hver myndir þú sofa hjá? Fáum bara næsta lag. Nei, þú er að svara því. Ég myndi giftast þér með öllum. Hlustendur, við erum hérna ennþá í beinni útsendingu á 900 grill, þjóðatíða þátturinn. Þetta lag verður tekið á sviðinu í kvöld líka. Það er hárrétt og stráka, þvílík stemning sem er búið að vera. Erum við ekki búin að peppa bliðið sem er á þjóðatíðinum? Já, það hlýtur að vera og bara ég er svo ánægður að vera komin úr frínum, þetta er svo þægilegt og þetta er svo skemmtilegt. Ég er bara að sakna FNÍ. Og við lofum nýjum dagskrálið næsta föstudag. Já, það verður bara allt nýtt. Og skemmtilega tilkynningu. Absolutely. En það er eins og að komið að dagskrálið sem við tökum alltaf í þjóðatíða þættinum og það er Steindi Junior hringdi í gærkvöldi og var að reyna að fá gistingu í Garði. Og það sem við erum basically að reyna að fá út úr þessu símtali er bara að heyra stefningunni bænum, hvernig hún er fyrir því að þeirra fólk er að hringja og reyna að koma á krass í Görðin. Við vitum að þetta er óvinsælt. Hvernig svar færðu ef einhver hringir og biður að fá gist í Garðinum hjá? Við skulum fá að hlusta á þetta, tjekkum á þessu. Halló? Já, Agnes, er hún við? Nei, hún er bara upptekinn. Hún er upptekinn? Já. Eitthvað sérstætt sem ég geti gert fyrir þig, eða? Já, ég heiti Finnur og sem sagt, mamma mín og mamma hennar þekkjast, sko. Mamma mín heiti Margrét og það eru búin að þekkjast þarna. Hittust þarna í eigum fyrir 3 árum eitthvað svoleiðis og tókum smá tjút, sko. Og ég var bara að spá í maður með allt niður þessu hérna, maður er búin að reyna að leita gistingu og það er allt uppbókað í bænum. Ég ætlaði að það mætti ekki tjald í Garðinum með okkur. Það er bara hreint nei. Nú, það? Það er bara alveg hreint nei. Já, ok, ég er svona... Það er engin gisting, það er engin í gistingu, þetta er neitt. Nei, ég verður reyndar... Það verið það að þau eru örugglega sagt hjá þig. Já, Það er ekkert, við erum með lítið barnið á heimilinu. Já, ég er reyndar barngóður sjálfur, sko, það er sko... Við erum bara með eins og strák, við erum bara með hann. Já. Við erum bara að hafa... Já, ég mitt, Það er fullt hús.
Já, ég skilji. Bannað að tjálta í garðinum. Já. Ástæðan óskup einföld. Einmitt. En það var leikt tjöldun í garðinum. Já. Það þýðir það að ég þarf að opna húsið til þess að hleypa öllum á klósettið. Annars fer fólki og gerir það sem það gerði hér. Skeit í garðin hjá nágrannanum. Nei, ég sverða, ég myndi... ég er að segja, þetta er ástæðan fyrir því að hér á götunni og í hverfinu er bannað að tjálta á lóð. Ég hef aldrei skitið úti. Nei, ég er að segja, þetta er bara það sem aðrir hefa gert. Þetta er það sem að... Nei, ég hef verið með 15 manns í gisting á lóðinni. Ég komst í geinu sinni á klósetti heima hjá mér. Nei, ok, ég var svona það sem ég var að hugsa með huga, bara svona, ef ég mætti bara svona rétt segja það, sko. Það var það bara basically, ég bara með svona vangótjald 4 manna, sko. Það er bara svona, þú veist, bara starta að drikja vöku að segja aðeins, taka kannski 1-2 blöndur og svona og þú veist, fá kannski að fara, þú veist, 15-16 klósettferðir yfir helgina, sko. Tjöldur í garðinum, nei takk. Nei, en geti ekki geimt ég að vera allavega áfengi mitt? Bara svona svo að sikið því verið. Þetta eru bara svona nekk. Það er bara þannig að við vorum hér í fyrra með áfengi fyrir 10 stráka sem að keyptu allir áfengi og geimtu það hérna hjá okkur. Hér, ávísunum var það að þeir voru hér miðvikudag, 50dag, föstudag, laugardag og sunnudag. Þeir tók aldrei áfengir. Já, það, sko, þú meinar, ég er nú bara að tala sko, treystu mér, ég læt ekki drópa fara til spillis. Það er muna fastlaðni frá og geimt það bara. Já, ég er bara að tala sko, svona taka nokkra 2 gúlpa sopa af og til, vera með blöndu, setja tappan á og taka hann af og bara, og svo getur maður kannski farið bara að skýta kannski 15 sinni yfir hátíðin, eitthvað svoleið, sko. Eigum ekki bara að hafa þannig þá, svona, er ég ekki alveg að skilja þér rétt, ég get ekki koma á tjálta, sko, en ég fæði þá kannski allavega að koma og taka sturtu hjá þér og fara á klósetti. Nei. Þú fer bara í sundlaugin eins og allir aðrir. Já, þú meinar. Ef þú þarft að fara á klósetti, þá eru kamerar heim frá. Já. Það ég er að minna, svoleiðis er það bara. Ok, mér fannst þess að hafi gefið grænt ljós allavega að fara ekki, taka tvistin hjá þér, sko. Nei. En það er ekki meira en svo. Nei, ekki eins og... Ég er að minna, þú getur komið inn að banka upp og fengið kaffisúpa. Það er ekki meira en svo. Ég var alltaf hrikal. Bóðu upp á eitt eða neitt. Já, en bara pissa, við pissa bara. Og bara mýgur upp bara í staðist og landskál í Vestmanni. Mýgur upp bara upp í brekkan í Herjólfsdal. Já, þú meinar. Já, ég skilji. Ef að hvern fólk getur mýið á göttunni fyrir fram að nefið það er. Já. Á þess að blikna. Já. Það ætti þér nú ekki að vera skotaskuld og því að við bónum út og mýgu ykkur starf. Það er bara að koma að fæði kaffibólla. Meir er ekki í búði hér. Nei, en maður fær nú ekki að skýta í sig þarna, sko. Algjörlega, málið er stendugt. Ég fæ þá allavega svona, ég kikki þá allavega á þig. Ég meina þeir eru vel búin að koma að fæði kaffibólla. Já. Hér er ekkert í búði. Hér er ekkert til að sitja til þess að djúsa eða neitt. Nei, ég er nú bara svona að tala um að maður myndi fá sér kaffi og kannski bara kikki klósti. Ég er að tala við Agnesi þá. Já, nei, hún er bara að svæfa. Ég er bara að hugsa um að maður myndi kannski koma að fá sér 10 dropa bara rétt til að sjá okkur og svo kannski taka 1 tvist og allir sáttir, bara in and out, sko. Veistu það? Já. Þið vel búið að fá kaffi. Já. Hér kemur ekki til þess að blanda þér eitt eða neitt, að gera eitt eða neitt. Nei. Vel búið að fá kaffi svo málið er dött. Já, einmitt. Já, takk fyrir það. Ég tekið í garðinu Þessi var með einhverja rallar hann í það. Hann var ekki að nenna þessu núna. Hann var ekki að nenna þessi ár. Hvaða rattpakk var í garðinum hjá hann með þeirra? Það voru 10 mann sem voru bara að danda helgina. Skítandi og mígandi á sig. Skítandi og mígandi. Gleymandi áfenginu. Já, sko, og með drikki frá miðvikudegi til þriðjudags. Já. Þetta, hvað ég meina? Alveg pakkið þar. Já, þetta hafa bara verið... En það er svolítið gaman að heyra þessi viðbröð. Já, hörðu, þetta var svona... Ég heyrði þetta ekki alveg að því að þetta var tekið upp í gær. Upptaka sen í gær, við heyrum ekki þér en eins og þú heyrðir og eins og þú manst. Það vill enginn. Það vill enginn. Nei, það vill enginn. Það er enginn í stemningu. Nei, nákvæmlega. En það var svolítið gaman að prófa að hringja og taka púls. Þú gæti nú reyndar örugglega að hitta á einhvern sem er ógeðslega jolly og leiftur að koma í garðinn. Já, fjandinn. En ég held að séu orðið sjálfgæður. En það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur drengjónum í FM 95 Blöð. Fyrsti þátturinn eftir sumarfrí, þjóðhátíða þáttur FM 95 Blöð er að ljúka. Það er búið að stemming, gaman að hitta ykkur aftur, drengir. Já, sömuleiðis. Ekki það, ég er búin að sjá allt og mikið andlitin á þér í sumar, Steindi. Jú, það er skrifa heila sketsaserju. Nákvæmlega. Pínu litla haus á þessum risastóra búk. Og allir sem eru stattir í Eyjum, við lofum veislu klukkan korter yfir 12 í kvöld. Já, og þetta er ekki mómentið til að mæti Dali klukkan 1:12. Við mætum bara... Við byrjum á slæginu korter yfir 12. Já, bara brennan er 12. Við basically byrjum á sama tíma. Bara kveikt í brennunni
Við erum að fara að byrja. Nú hef ég stundum herti ég segja gambling man, ég set allt undir að þetta verður veisla. Já, 100%. En ég ætla líka að tækifæra og þakka hérna 900 grill til þess að hérna vera dæl í okkur hérna óafökum Solbert og góðu mat. Já, góðu mat. Ég ætla líka að plugga dagskráin á morgun fyrir allar fyllibittur sem er í Eyjum. Ok, fyrir fólk sem er í Eyjum, ekki allir fyllibittur hérna. Þeir sem eru á leiðinni. Tríó Margis Ingólfssonar og Unnsteinn Manuel og Ásdís María milli 1 og 5 á morgun. Hér á 900 grill. Það er mjög gott. Þetta verður veisla. Unnsteinn og þeir eru snillingar mann. Strákar, við ætlum að enda þáttinn að sjálfsögðu að þjóðhátíðarlaginn í ár. Ég fer á þjóðhátíð. Þetta lag er komið inn á bara nánast alla lista. Læriði textan og syngið með í kvöld. Akkurat. Sjáumst í dalnum. Við Ólís og FM 957 kynna Þjóðhátíð 2015 Sálna Sjónsmins, Amabadama, FM Belfast, Land og Synir, Nýdönsk, Június Meivand, Ingo og Veðuguðnir og fjölmargir aðrir frábæri tónlistamenn. Upplifðu stemninguna, upplifðu brekkusöngin, blísin og brennuna. Tryggðu miða á dalurinn.is. Þjóðhátíð, þar sem hjartað slær. Landsbankinn kynir Stronger than any of us. Eitt vinsalasta ofurhetjuteymi Marvel He's not stronger than all of us. Er mætt aftur. This is our chance to make a difference. Fantastic Four Frumsýnd 5. ágúst. Það er Vestló Happy Hour á Fabrikunni í kvöld. DJ Muscle Boy sér lagalistan. Koktelar í fiskabúri og allir sexy. Enga leti, lífið er núna! Fabrikan, sími 5757575. Utangarðsmenn of Monsters and Men og allt þar á milli. Spilaðu uppáhaldslögin þín hvar og hvenær sem er með Spotify Premium. Þú getur meira með símanum. Unaðslegt súkkulaði og seig karamella með stökkum saltflögum unnin í samstarfið við Norðursalt. Nýr lúxus frá Kjörís. OMG, matseðlinn á grillhúsinu, maginn á mér ýlbrar, #himnaríki, #valkvíði, #geggjað. Grillhúsið, ómótstæðilegur unaður. Paramount kynir Mission Impossible Rogue Nation. Tom Cruise, Jeremy Renner og Simon Pegg eru mættir í einni svakalegustu hasarmynd þess árs. Hasar, spenna og brjálað fjör. Komin í bíó. Ekki missa af þjóðhátíð og Herjólfi. Mættu tímanlega til Landeyjahafnar. Góða skemmtun í dalnum. Herjólfur og Eimskip. Er í fullum gangi í Intersport. 30, 40, 50, 60, 70% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Intersport, alvöru sport. Framöndan er frábær Vesturmannahelgi með húkar. 13 króna afsláttur af öllu bensíni í dag. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði. Þú var frítt far með rútu í bæinn helgar.